Góðan dag, kæru áhorfendur, þið sem heima sitið. Einar Guðlaugsson og Ágúst Angantýrsson heilsa ykkur hérna úr umhyggjuhöllinni í Garðabæ. Framundan 8 liða úrslit VÍS bikarsins þar sem að heimamenn í Stjörnunni taka á móti gestunum úr Borgarnesinu, Skallagrím. Við ætlum að renna aðeins yfir liðin örsnöggt. Það er lið heimamanna í Stjörnunni, númer 1 Kristján Fannar Ingólfsson, númer 3 Róbert Turner hinn 3., númer 4 fyrirliðinn Hlynur Bæringsson, númer 8 Júlíus Orri Ágústsson, númer 9 Ásmundur Múli Ármannsson, númer 11 Tómas Þórður Hilmarsson, númer 14 Arnþór Freyr Guðmundsson, númer 23 Friðrik Anton Jónsson, númer 24 Viktor Jónas Lúðvíksson, númer 27 Júlíus Júsíkas og númer 44 Adama Darbo. Þá er lið Skallagríms, það er númer 2 Keith Jordan Jr., númer 4 Benjamin Karl Styrmisson, númer 5 Bjartur Daði Einarsson, númer 7 Lorad Sedlarevich, númer 8 Davíð Guðmundsson, númer 9 Björgvin Hafþór Ríkarsson, númer 11 Bergþór Ægir Ríkarsson, númer 12 Kristján Örn Ómarsson, númer 13 Orri Jónsson, númer 23 Almar Örn Björnsson og númer 27 Alexander Jón Finnsson. Gústi, nú erum við hérna með áhugaverða viðureign í 8 liða úrslitum þar sem að lið úr fyrstu deildinni er að koma á heimsækja lið í söpbudeildinni. Hvernig sérðu svona þennan leik ganga fyrir sig? Ég er í vonbrigðum ef við vinnum ekki þægilegan sigur hérna Skallagrímsmönnum. Þægilegan sigur? Stjarnan vinnur þægilegan sigur. Ég get ekki búist við öðru. Skallagrímur er ekki búist. Það er gott bröðsátt gengi í hérna fyrstu deildinni. Þó búin að vinna síðan 2 leiki. En ég myndi halda að við ættum að geta siglt svolítið á yngri leikmönnum og segja þægilegan sigur, en það er aldrei víst. Nei, maður sér það í þessum bikarkeppnum ofta. Þetta er, já, ef við tölum bara HM aðeins núna í fótbolta, við höfum séð undarleg úrslit, en við erum ekki að fara að sjá slík úrslit í dag. Við erum að fara að sjá bara öruggan sigur heimamanna. Það held ég ekki. Við getum ekki bara pakkaði vörn hérna og beðið, sko. Nei. En þetta verður áhugavert að sjá hvernig Arnar startar, hvort hann startar með sitt sterkasta lið eða hvort hann leyfi þeim sem hafa minna að spila að spreita sig í byrjun. Akkurat. Allavega það mun koma í ljós á næstu 40 mínútum hvort að við fáum að sjá svona þessa yngri kynslóð og þá leikmenn sem kannski hafa ekki verið að fá neitt rosalega margar mínútur í söpbudeildinni, svona láta ljósið skína hér í dag. Það eru nokkrir áhugaverðir hérna á Stjörnunni sem eiga að fá að spreita sig í dag ef að gengið, ef við náum að tryggja okkur þægilega fóru svo strax. Leikmenn á borð við Viktor Lúðvíks og Ásmund Múla, væri gaman að sjá þá fá mínútur hér í dag, en svo var ég bara til að sjá Friðrik Anton komast að finna sig aðeins í sínu skinni hérna í Stjörnunni og spila svolítið mikið í dag og setja nokkra þrista, en það er aldrei að vita. Þetta er Skallagrímslið, það er kannski ólíkinda tól, eins og segir. Það vunnið síðustu 2 leiki, fóru gegnum Snæfell á leiðinni hingað í 8 liða úrslitin, við fórum í gegnum Þór Akureyri og ÍR. Þannig að þetta verður allavega áhugavert, og svo er líka áhugavert að geta þess að eitt mesta Skallagrímslegendið forever er hérna í okkar liði í Stjörnunni, Hlynur Bæringsson. Akkurat. Sá hvað sigur sælast í sögu bikarkeppninni á Íslandi? Já, hann er ekki sigursælasti fyrirliðinn, hann er sá fyrirliði sem har oftast lyft titlinum 5 sinnum. Hann hefur gert það 2 svar með Snæfell og 3 sinnum með Stjörnunni. Sem er skemmtileg tölfræði. En náttúrulega Skallagrímsmenn hafa fengið náttúrulega sinn heimamann Björgvin Hafþór aftur heim frá Grindavík. Já, þeir eru þarna 2 bræðurnir, Björgvin Hafþór og Björgvin.
Nei, Bergþór fyrir ekki, Bergþór og Björgvin. Þeir eru uppálega held ég borgnesingar en fluttu ungir eða einhverjum tímabili yfir í Fjölni og svo hefur náttúrulega Björgvin farið víða. Hann hefur verið bæði í Tindastól og Grindavík. Einmitt. Það er gaman að sjá hann að spila fyrir Skallagrím. Þetta verður gaman. Þá fara leikar að hefjast. Það er Keith Jordan og Julius Jusika sem að fara í uppkasti. Það er Skallagrímur sem á boltan. Julius hefur sennilega blakkað hann út af. Hvernig er þessi byrjunlið? Það er nummer 23. Það er Almar Orri Björnsson hjá Skallagrím, nummer 9 Björgvin. Svo er Bergþór, Keith Jordan 2. Og svo erum við horninu nummer 7, það er Sedlarevic. Ja, þeir byrja á því að klikka á tveimur skotum en ná tveimur sóknarfrákostu. Það er Björgvin Hafþór sem fer upp, klikkar og nær sér niður frákosti. Þriðja sóknarfrákostin í þessari sókn. Þetta er það sem Björgvin hefur. Hann hefur sprengju og hann hefur elju. Það verður að passa það að hann fá ekki að leika lausum hala þarna eftir að hann skýtur skotinu sín. Já, það var gaman að fylgjast með honum eins og í Grindavík í fyrra. Hversu rosalega svona agile og hreyfanlegur hann er sko. Og góður varnarmaður. Þarna fær hann reyndar á sig villu. Það er alltaf að maður gróta fjóru sinni maður. Fimmta reikuðu út. Fimmta reikuðu út. Villurnar eru til þess að nota þér. Já, segðu þau. Þú þekkir það kannski manna best. Varstu vanur að koma inn í leik og berja á mönnum. Þetta er einhver sem ég lærði snemma, að villurnar eru til þess að nota þér. Já, þetta er líka svolítið svona sálfræðifaktor að hvernig þú notar þessu villur. Það getur verið svona ákveðið pepp að fá mann inn á sem að bara er fenginn inn á þess að berja á mönnum sko, og rífa stemmingunni upp. Svo þarf að vera svolítið... Darbo fer inn í flóter, klikkar honum. Það er Bergþór sem nær frákastinu. Kemur hann á bróður sinn, Björgvin nummer 9. Það er áhvert að sjá hvernig lið þetta Skallagrímur. Þeir eru svona jafn stórir. Ég mun halda að þeir verður ekki að skjóta þristum. Já, svona héðan og stúkum má hann að segja að þeir eru svona flestir svona jafn stórir allir. Þetta kasta Björgvin boltanum út af, fann ekki samherja. Stjörnumenn eiga boltan. Og það er Rob Turner sem að mun drippla honum upp. Það Stjörnumenn still í kerfi. Addu fær boltan fyrir undan. Og Hlynur. Og það er Turner. Sver upp í stökkskoti og setur það niður. Óboðslega skemmtilegur og góður leikmaður þessi. Hann gæti tekið upp að skora 80 stig í kvöld ef hann var að vilja það. Ef hann er í þannig gírnum þá gæti hann leikandi. Það var Keith Jordan. Fer í svona fadeaway erfitt skot, klikkar á því. Þetta er oft þú sér menn sem er alltaf að reyna að bakka niður Hlyn Bæringsson. Þeir þurfa að fara enda í svona fadeaway skoti. Þarna fær Julius Jusika dæmt á sig sóknarvillu, er að reyna að ná sér í stöðu en keyrir allhressilega inn í Almar Örn. Það er sóknarvill á Stjörnuna. Arnar var ekki sáttur með þetta. Er Arnar ekkert tíma sáttur? Nei. Sá litir ekki í karakter. Það voru helst kosningaúrslitin þegar miðflokkurinn vann eitthvað smátt, þá hefur hann verið sáttur en... Þarna klikkar Keith Jordan á þriggjastigaskoti, náði aðeins að koma sér frá Hlyn. Og þá fer Turner í þriggjastigaskot. Og hann er aðeins og stuttur. Skallagrímsmenn keyrir upp, það er Björgvin Hafþór. Athyglisvert hvernig hann fer alltaf til vinstri. Hann er hægri alltaf maður en hann keyrir alltaf til vinstri eiginlega ef hann fara á körfunni. Það voru fyrst gaman að nota veikuhöndina. Það er læsileg hreyfing hjá Almari. Það var mjög flott hreyfing hjá Almari og fer í auðvelt layup þarna. Það var að Darbo sem stillir upp í sókn fyrir Stjörnumenn. Darbo út á Jusikas. Og það er núna önnur sóknarvillan í röð á Jusikas. Lækkar öxlina og keyrir inn í Almar sem að, já, gerir þetta bara ansi vel. Tekur Arnar hann út af núna eða hvað gerir hann? Veifur hann að vinna? Arnar tekur hann ekki út af með tvær sóknarvillur í röð. Þetta verður athyglisvert. Þá stilla Skallagrímsmenn upp í sókn og það er Sedlarevic sem fer upp og í erfitt tveggjastigaskot sem Hlynur geigar. Þá er það Turner, þvílíkur sprengikraftur í gæjar. Það er ekki að sjá að hægri höndin sé hans veikari hönd. Á Keith Jordan. Það stegi hann ekki út af. Flott vörn hjá Hlyni og hann skrefar. Glæsileg vörn hjá Hlyni fyrirlega.
Þá keyra Stjörnumenn upp. Ja. Róa þetta strax aftur niður. Og það Darbo sem fyrir sem stillir upp í sóknina. Turner komið með hann út á kanti. Og þá dæmd vill á Almar sýnist mér. Það ætli sé kílómunurinn hann að mér. Já, það væri athyglisvert að vita, sko. Ég hugsa að Grey Almar muni vera í svolítið barning í þessu leik. Enda Júlíus Júsíkas ansi stór leikmaður. Það sumir sem hafa unun á þessu svona áskorun. Heldur betur. Darbo klikkar á þristi. Þá það Björgvin Hafþór sem keyrir upp sem glæsir hreyfing engu síður. Klikkar á layupinu. Gerði þetta engu síður. Mjög vel að komast að körunni. Ára Addu fyrir utan tryggjastilínuna, fær skríni frá Júsíkas út á Darbo. Fer upp í tvistinn. Dettur ekki. Við ekkert alltaf hrifin af þessu sóknarleik. Við erum ekki að það lítil hreyfing, við erum ekki að fá neinn svona galopin tækifæri eða keirskur á köruna. Þetta smá hnoð. Þetta svona svolítið framhald af Haukaleiknum sem við sáum á fimmtudaginn. Það svona óþarlega hæg sókn hjá Stjörnumönnum. Þetta var bara skref hjá. Flott vörn hjá Addu sem náðu einhvern veginn að þvinga boltan einhvern veginn bara í höndunum á Björgunni. Þá Júlíus og Tómas Þór inná fyrir Adam og Darbo og Júlíus. Darbo kannski hefur ekki fundið skotið sitt ennþá og náttúrulega Júlíus kom með tvær ansi hressilegar sóknarvillur. Bakkaði Almar tvisvar niður. Þá stilla Stjörnumenn í sókn. Og það Turner sem fer í tveggjastega rétt inn fyrir tryggjastelínu og setur það. Turner ætla bara að sá skori hérna í byrjun fyrir heimamenn. Staðan 6-4 fyrir Stjörnuna. Og Turner kom með öll stígin. Hittir Sedlarevic þryggjastega skoti. Skallagrimur komið yfir 7-6. Þegar að leiklutin akkurat hálfnaður. Fyrsti leikluti. Þá hann hætti við þryggjastega skoti, fyrirliðinn Hlynur. En hins vegar Tómas Þór fyrir þryggjastega skoti. Nær því ekki og Hlynur blakar út á Sedlarevic. Og það Skallagrimsmenn sem keyra upp í sókn. Það eftir sem við verðum að finna betri skot hérna Stjörnumenn í sókninni. Við hefum að geta gert betur sérstaklega á móti svona liði. Það að segja eins og það Já, ég sammála því. Það svolítið svona styrðu sóknarleikur Stjörnumanna til að byrja með. Og hann fer Turner inn og Addu nær honum þarna. Boltinn var svo gott sem orðinn frýr. Þá fer Hlynur glæsileg hreyfing undir. Nær ekki setja tveggjastega skotið niður. Frábær hreyfing og Júlíus finnur hann aftur og hann það dæmd vill á Björgvin. Hvað finnst þér þetta? Hann klárlega næra blokkan hann í byrjun. En svo rekst hann hressilega í hann eftir blokkið. Þetta villa eða hvað? Já, þetta er nefnilega góð spurning, sko. Þetta er svona, maður sér þetta svolítið í nýju NBA-reglunum sambarilegt, sko, við að þegar leikmenn fara upp í þryggjastega skoti og þú mátt ekki fara inn í þeirra svæði, sko. Þetta er svona svolítið sambarlegt við það. Hann er rauninni búinn að blokka hann hreint, sko, en fær villuna fyrir kontakt eftir blokki, sko. En ég ætla svo sem ekki að fara að rengja reglurnar neitt slíkt, sko. Nei, þetta er bara áhugavert, sko, af því að í raun og veru kannski playið búið, hann er búinn að gera allu á körunni, svo bara eitthvað svona smá snerting sem á sér stað eftir það, en það hafði engin áhrif á upphaflegu hreyfingur hans. Nei, alls ekki, sko. En Villa dæmdi engu og síður og Hlynur klikkar á fyrra vítaskotinu en setur setna niður og leikar jafnir 7-7. Þetta oft svona, það tekur tíma og ég ætla bara að halda áfram að vera sorgarfull með það. Ég býst til því að við vinnum þennan leik þægilega, en það geti tekið tíma að brjóta það niður. Já, slíta sér laus, það tekur alltaf svona smá tíma. Hann setur Keith Jordan flott, hann trist. Skallagrimsmenn komast 3 stigum yfir. Þegar að tæplega 4 mínútur eftir af leiklutunum, þá ætlar Arnar að gera þrefalda skiptingu, sýnist mér. Það Kristján sem kemur inn á fyrir Addu og Turner fær að hvíla sig og sömulegis Hlynur. Nú erum við með áhugaverða svona uppsetningu hérna hjá Stjörnunni. Nú er því Adam og Darbo að geta tekið svolítið stjórn á leiknum og stíkt flæðinu. Og ekki með Turner inn. Já, einmitt. Þú ert ekki með Turner inn. Þá ætti vonandi að koma öðru
öðruvísi bragur á liðið sem þetta vel gert. Glæsileg sending frá Júlíus hérna inn á nafna sinn Júsíka sem að setur auðvelt layup niður. Það var skemmtilega körpati. Frábær sending frá Júlíus Orra. Og það Skallagrímsmenn sem að stilla upp í sókn og Sedlarevich gerir sér líklega en það Keith sem að hótaði þarna. Langur þristur hérna á Sedlarevich. Og hann setur hann. Sedlarevich að finna sig vel í byrjun, kom með 2 þrista og Skallagrímsmenn 4 stigum með 13-9. Þarna sókn auðvitað dæmd á Tómas Þórð sem að hleypur henni ólöglega í gegnum skrínið. Og gæli svo við tæknivilluna rétt eftir það, hann fikk þess að fylla sig. Svona hótaði henni. Hann hótaði henni. Það var ekki dómarinn sem hótaði tíð, það var eiginlega Tómas sem hótaði að fá tíð. Þá keirir, stillir Björgun upp í sókn. Það Keith sem fer, bara tekur 1 dribbl og setur hann niður yfir Tómas. Skallagrímsmenn 15-9 yfir hérna í fyrsta leikluta. Flott treyning hjá Júlíus. Þú sjá Orra frá Lundi í Lundaríkjadal að gera sig kláran að koma inn á hjá Skallagrín nr. 13. Já, þú þekkir bara við hvaða bæmenn eru kendir. Já. Ánægð með þetta, ánægð með Þingeyringinn. Það verður að vera svoleiðis. Vita hvaða menn koma. Þetta þekkjum við frá landsbyggðinni. Já. Sama í Vestmannaeyjum, þannig sé ég. Þá kemur Sedlarevich út af. Og hvað segir þetta aftur? Orri frá Lundi í Lundaríkjadal. Orri frá Lundi, já, í Lundaríkjadal. Skemmtilegt. Ég hugsa að hann hafi lyft nokkrum heybökkum á sinni. Ég hugsa það líka. Það líklegt að hann geti svona aðeins barist við Júsíka. Það spurning hvort hann verða Júsíka. Það fólkalur hæðamunur. Ég held sé ekki hann hafi þyngdarpunktinn til að djöflast í honum. Akkurat. En mun hins vegar dekka Kristján. Stjörnumenn keyra upp í sókn. Júlíus fer í, eiginlega bara... Vel gert. Júlíus Orra að koma sterkur hérna. Mjög flott innkoma Júlíus Orra. Það yfirvegar á boltanum og finnur svona... Þá keyrir Björgvin Hafþór sem mér sýndist Kristján ná að skoti. Og það leikmaður nr. 8 Davíð Guðmundsson sem að setur sín fyrstu stig í leiknum. Og Skallagrímsmenn halda áfram að leiða með 6 stig. Þetta eiga að vera 2 stig. Þú sér að Júsíkas bara íti mönnum frá sér. Já. Þá komið tæknivilla. Það sjálfsögðu það Arnar Guðjónsson sem fær hana. Það tæknivilla dæmd á þjálfarann. Arnar þjálfara. Við höfum nú séð það gerast einu sinni. Hann alltaf að pissa samt. Hann veit ekki hvað þessu stendur verið af hverju tæknivilla. Það Davíð sem fer á línuna, setur víti niður. Skallagrímsmenn að bara kóróna þetta flottan fyrsta leikluta. Leiða í þessum leik með 7 stigum eins og þegar 2 mínútur eftir. Það rúmar 2. Kunnuleg körfubolta og þeir eru virkilega vel stendur. Já, koma bara með flott tempo inn í leik og mæta stjörnumönnum af hörku og eru að gera það bara virkilega vel. Allt strákar sem hafa verið í einhverja myndir í úrvarsdeild og vita alveg hvað þetta snýst. Já, þeir þekkja umhverfið. Þetta fer Keith glæsilega upp. Eða skora bara yfir vörn stjörnunar. Það komið 9 stiga munur. Skallagrímur leiður með 9-20 og 2-13. Það athyglisvert að fylgjast þetta með baráttunum við Júsíkas. Þeir eru alltaf jöfnast í honum á fullu. Og vilja mögulega bara aðeins komast inn í hausinn á honum í þokkabót sko. Þá fer Darbo upp í þristinn, setur hann ekki en það Júsíka sem hann nær hérna auðvöldu sóknarframstu og setur hann niður. Þetta gerir hann mjög vel. Enda tiltölulega auðvelt fyrir hann að bóka. Þarna ná stjörnur að stela boltanum. Það er Júlíus Orri sem keyrir upp á Darbo og nær ekki að setja niður. Þarna kom nákvæmlega sama á. Þarna var í raun og veru broti á honum eftir hreyfinguna. Það er ekkert dæmt. Ekkert dæmt en það er hins vegar dæmt hinum megin á vellinum á Tómas Þórð sem að fer hérna í hendurnar á Björgvinni. En þetta var svolítið skrítið, já, hann dæmdi á þetta áðan þegar Björgvin blokkar Klin og fær svo vinduna í kjölfarið, en núna gerist ekki. Það hefur kannski viljað, já. Já, ég veit ekki, menn þetta er bara áhugavert dæmi. Það var ekki brotið á hann fyrir hann er raun og verið búinn að sleppa boltann. Einmitt.
Björgvin sem fer á línuna og fær 2 skot og nær ekki setja fyrsta. Hvernig vítaspyrningin okkar manni í vetur? Hann hefur ekki Lettur því upp á meðan, já, Björgvin setur bara í spjaldið. Hann með 33%, 34% vítaspyrningu. Hann Björgvin, já. Við hefum nú séð hérna Karlovic í Hetti taka þennan hérna leik á vítilinu og setur alltaf í spjaldi. Björgvin gerir það líka. Þetta athyglisverð tækni en skemmtileg. Herra Júlíus fer upp í langan þrist, setur hann ekki. Vel stigið út þarna hjá Orra frá Lundi. Glæsilega stigið út. Það er ekkert hverjum sem fært að stiga Hlyn Bæringsson út, en hann gera það vel þarna. Það er eiginlega mjög fáir sem að ná því. Þarna hefði getið verið dæmt villa á Turner sem og skref á Settarauðs. Og Arnar Guðjónsson að hóta seinni tæknivítunni. Það er Davíð sem að fer í þristinn. Erfiður þristurinn setur hann samt. Glæsileg þristindiða skot. Og það er tæknivilla á Settarauðs síns með. Sá nú ekki fyrir hvað. Þetta er önnur tæknivillan í fyrsta leikluta. Erum við að fara að sjá skemmtilega varning hérna á læti? Já, þetta er, pínu athyglisvert. Það er komið 2 tæknivillar í fyrsta leikluta. Arnar þjálfar og núna á Setlarauðs og ég sá ekki alveg fyrir hvað, hvort það hefði slegið boltan í burt eða eitthvað slíkt sko. En engu og sigur, tæknivillar sem að stjörnumenn fá þegar að Davíð er nýbúinn að koma skallagrinum yfir í 25-15, 10 stiga munur. Og það er Darbó sem fer á línuna. Setur hann niður, enda frekar góð vítaskipta. Daninn Knái. Það er athyglisvert að núna erum við búin að sjá nokkrar skiptingar á stjörnunni og hérna Friðrik Anton hefur ekki ennþá komið inn á, en hann hefur verið að byrja fyrstu 10 leikina. Já, spurning hvort að gætu einhver smáileg meiðsl vera. Það gæti verið, en það er ein svakalega þriggjastaðskipta þegar hann kemst í gang. Heldur betur. Og sömulegis alltaf Kristján þegar hann finnur fjöluna sína að geta látið þriggjastaðskotunum alveg rigna niður og það er Turner sem keyrir upp í hérna og fer í tvistinn, bakkar manninn út, næri ekki skora. Þá er lokaskot leiklundans, það fer ekki. En það eru Skallagrímsmenn sem að leiða eftir fyrsta leiklunda 25-16. Þeir eru á góðri leið með að setja sokk upp í mig. Já, allavega með við svona þína spá fyrir leik. Ég held mig við mína spá. Ég held að við munum halda, kannski það verður, ég ætla að gerast náttúrulega þetta í, það verður jafnt. Cirka í hálfleik, en við förum að síga fram í 3. og 4. Já, sko, ég ætla ekki að taka neitt af Skallagrímsmönnum sem hafa spilað þennan fyrsta leikluta bara alveg, sko, þvílíkt vel, en Gústi, ég meina, þú með þína reynslu á bakinu í hérna meistaraflokki, 9 stig í körfubolta er náttúrulega ekki neitt. Ekki neitt. Þú ert ansi snöggur að ná upp 9 stiga fórskot. Já, þetta er nokkur mínútur og svo reynir maður alltaf að brjóta þetta niður, bara reyna að ná þessu niður, minka niður í 5 stig fyrst og svo jafna og svo taka yfir. Akkurat. Sem að hérna, maður hefur nú séð einu sinni tvisvar í körfuboltaleik að 9 stiga fórskot getur í rauninni, þú veist, horfið á sko 20 sekúndum, þú veist. En hérna, engu og síður, ef að Skallagrímsmenn halda áfram að spila eins og þeir gerði í fyrsta leikluta að hérna, það er rauninni, hérna, ef þeir ná að loka á stjörnumenn með þessum hætti þá gætu stjörnumenn átt erfitt uppdráttar í þessu leik. Það sem þeir eru að gera núna, þeir eru fasti bara bottomleginn, þeir eru fasti fyrir í vörninni og þeir eru ákveðnir í sókn. Heldur betur. Þetta er bara 2 punktar sem að bara dugir mann að kemst helviti langt að þessu tverju. Já, við sáum að Keith Jordan Jr. Hefur skorað flesti gestana með 9 og Sedlarevits með 2 þrista, 6 stig og Davíð átti flotta innkomu í þokkabót. Þannig að gestirnir eru að spila bara mjög flottan körfubolta hérna í fyrsta leikluta og ef þeir ná að halda uppteknum hætti í þessum öðrum leikluta þá verður svolítið á brattan að sækja fyrir heimamenn en við skulum sjá hvaða trikk Arnar þjálfari er með í playbookinu sinni. Ég er aðeins að fylgjast þetta með honum hérna Kristján Örn Ómarsson er það ekki, nr. 12 hjá Skallagrím. Jú. Þeir eru að reyna að pönkast í Júlíus og Sikkas á fullu. Þeir veit honum ekki friði, jafnvel þó að leikurinn sé ekki í gangi, þá eru þeir aðeins að íta í hann og aðeins að sjá hvað þeir geta komst með að... Eflaust partur af taktíkinni að aðeins alveg að loka. Glæsileg boltareyfing en Darbó nær hann ekki að stilla upp í skoti og þetta ná bara Skallagrímsmenn að stela boltanum.
flott vörn. Það tvöfaldið eða þrefaldið á Júlíus þegar hann fær bolta. Já, og þarna fer óheppin að hitta ekki þarna Sedlarević. Greinilega að finna fjöluna þokkalega vel hérna í Garðabænum. Ja, svona svolítið klaufagangur eins og hérna í sóknarleik Stjörnumanna eins og þú komst inn á hann, Ágúst. Þetta hnoð. Þetta var þetta glæsileg sending frá Turner inn á Júsíkas sem að, dregur augljósa villu. Þú samt einhvern veginn í rosa þröngri stöðu með þetta. Þú vilt geta fengið hann, sko, ef við erum að leika svona mikið af Turner, þá viltu geta látið hann fá boltana sem hann kannski með hálfopið opna leið að körfunni. En þarna hann í raun og veru alltaf að leita sér að búa til einhverjum smá glufu sem að verður svona smá hnoð. Já, algjörlega og náttúrulega eflaust náttúrulega Stjörnumenn líka treysta á náttúrulega sprengikraftin í Turner náttúrulega svakalega svona mikill svona, hvað maður segja, bara mikill íþróttamann. Hann næra að sprengja leikinn upp alveg mjög auðveldlega og eins og við sáum kannski þessari sókna þegar það gerist og hann dregur manninn Júsíkas að sér í svona lay-up attempti og þá Júsíkas bara hann galopinn undir körfunni. Þetta þurfa í rauninni Stjörnumenn að gera meira af. Þarna setur Júsíkas seinna víti í þokkabót og staðan 25-18 fyrir gestina í Skallagrim. Þarna aðgangshörð vörn hjá Turner sem að gera það verkum að Sedlarević gefur bara Júlíus Orra. Þarna flott boltahreyfing á Stjörnunni en Turner nær að setja þennan niður. Þetta var svona NBA-kara. Þessi var ótrúleg. Ég veit ekki hvernig skoraði það. Býtum við, þarna stígur, Bergþór stígur bara út af. Við erum komin í 5 stig eftir mínútu. Akkurat. Þetta fljótt að gerast. Sjáum hvernig við vendum fram núna hérna í sókninni. Þetta vildi Bergþór fá olboga í rauninni villu á varnarmann Stjörnunnar sem hann fekk ekki og dæmdur í rauninni út af glæsileg sætt. Darbo greinilega með eitthvað svona smjör á puttunum til að byrja með. Frábær sending á hlinn en Darbo nær ekki að þarna með Sedlarević upp í þristinn og hann setur hann. Sinn þriðji þristur í þessum leik og Sedlarević bara eldi hérna í fyrri hálfleik í Garðabænum. Hvað með? Hann með 9 stig, 30 stað. Greinilega skjóta boltanum mjög vel. Þarna dæmt villa á Kristján Örn. En þú sást á hann sendinguna frá hlinn inn á Darbo. Það eru fáir eins góðir þessu hlinnum að finna sendingar baki, finna sendingar út allan völl. Og tala nú ekki þegar menn eru búin að spila fjarkaða 5 alla sína ævi að finna svona sendingar. Það gulls í gildi að hafa svona menn sem að geta tekið á móti boltanum og séð í raun og veru allan völl hvaða sendingar eru bestar. Hvað heldur að Hlynur sé búin að gefa svona backdoor sendingu á? Gríðarlega reynslumikill leikmaður, frábær, glæsileg hreyfing hjá Júlíusi. Hann hefði búin að klára þarna. Enn og aftur, þarna er sókn Stjörnunnar. Hún er svona hálf þungklamaleg og menningin á að grípa boltan. Þetta var bara ákvörðunartakan sko. Hann var komin fram hjá manninum og komin upp með manninu loftan og bara klára þetta Júlíus. Hann vildi frekar fá stóðsendinguna í þessu tilviki. Þá stilla Skallagrimsmenn upp í sókn. Jordan hérna fyrir utan á Sedlarević. Aftur á Jordan. Og Jordan fer hérna í auðvelt tveggjastegsskot en stuttur. Þarna Orri frá Lundi sem nær sóknarfókstinu og út á Davíð sem að geigar á þristinum. Þá stilla Stjörnumenn upp í sókn og inn á Júsíkas. Þetta er einvíð sem ég vil sjá. Sem að pundar hérna Orra og setur hann onni. Þetta gerir Júsíkas vel. Svakalega styrkur í honum og þetta getur hann gert alla leiki. Hann kann bæði staðsetningar og fótavinnu upp á 10. Algjörlega. Þetta er bara stór maður á gamla skólanum. Þetta með Davíð í þristinn sem að næri ekki setja hann og það Júsíkas sem er að blaka honum á Darbo sem að keyrir hérna upp í hraðaflaup og það Júlíus Orri sem er galopinn þrist og setur hann niður. Og þá eru Stjörnumenn búin að minnka muninn niður í 3 stig. Júlíus er að spila frábærlega. Feikilega, hann er komið 7 stig, Turner með 8 og Júsíkas með 8. Og bara sendingarnar og hreyfingarnar hjá Júlíus Orra bara til fyrirmynda. Þetta glæsilegt lay-up hjá Sedlarević, keyrir frábærlega á vörnstjörnuna. Þá það Turner með galopinn þrist og næri ekki að setja niður. Það þarf að hafa mann í andlitum til að setja niður. Það þarf að hafa eitthvað að sanna. Og það þarf að vera fjórleikindi. Það Turner time. Þá þarna fer Jordan full auðvitað að körunni með svona smá ég reyna að finna íslensku þýðingur á svona smá shake and bake.
Hann hikar hérna og býr til mjög flotta gapreikingu leiðin. Þetta var Júsíkas í þristinn. Nær ekki setja hann aðeins og stuttur. Erum við að drífa okkur núna allt í einu eða hvernig stefna? Já, svona svolítið fljótfært nýsóknarleik stjórnumann eins og en engu að síður hrós á Skallagrímsmenn fyrir að ná að gera það verkum að þeir þurfa að keyra í þessu skot. Frábærlega gert hjá Skallagrím. Frábær sending frá Daví og virkilega vel klára hjá Orra. Og Skallagrímsmenn komin aftur í 9 stiga fórustu. Þetta fljótt að breytast. Það var að Hlynur út á kantinum, setur inn á Júsíkas sem að bakkar, missi boltan. Hann í vandræði með þessa minni menn sem að dekka. Algjörlega. Og frábær boltarhreyfing á Skallagrímsmönnum sem gera verkum að Jordan fer upp í þristinn og mjög nálægt í að setja niður en skoti geigar. Það taktur og stemming í Skallagrímsliðinu. Þarna keyrir Turner og fær villuna á Orra sýnist mér. Svakalegur, ég ætla bara að segja á ensku, svona hang time sem hann Turner með. Það eins og hann sé í loftinu bara í marga sekúndur. Og kallar það uppitíma. Uppitíma. Það mjög gott orð. Nú kemur við Friðrik inn á. Við erum búin að sjá Júlíus er búin að nýta tækifæri sitt mjög vel hérna í fyrri hálfleik. Nú ég til að sjá Friðrik nýta sitt tækifæri líka. Samhliða honum koma Kristján og Addu inn á. Og þá það Hlynur og Júlíus og Darbo sem að setjast á bekkinn í þeirra stað. Turner setur fyrsta víti niður. Minnka muninn í 8 stig þegar rúmar 5 mínútur eftir af öðrum leikluta. Og setur setna vítinni líka. 7 stig. Það 7 stiga munur í umhyggjuhöllinni. Þarna fær Sedlarevich boltan út á kanti. Fer ekki upp í þristinn. Björgvin ákveður að keyra og tekur 180 og setur hann út á er ekki Almar? Jú. Þarna fer Turner inn og fer upp með hægri og setur hann niður. Turner ætlar að vera bara í sirkuskotunum í dag. Þarna kemur hann einhvern veginn á fyrsta tempói. Mér finnst þetta flott. Mér finnst hann geta keyrt þarna. Þetta svona secondary hraðaflöp. Hann bara að keyra strax og klára. Og þarna gerir henni bara Keith Jordan það sama við Turner. Bara fær boltan og fer bara strax í átt að körunni. Bara keyrir sko á þess að hugsa sig og bara að setja þetta niður. Þá fer Turner í þristinn, jæja. Það kom eitthvað einvíð í gang. Nú fer þetta að skipta máli fyrir Turner. Þá fer hann aðeins að hitna. Nú er Turner hann heitur og þá voðinn í sko. Frábær sending frá Björgvin út í horn á bróður sinn. Bergþór nær ekki setja hann en þeir ná sóknarfangasti. Það Sedlarevich og þarna Þetta kalla ég að nýta villuna sína. Já, heldur betur. Þú þekkir þessa villu. Já. Þetta góð villa. Þetta virkilega góð villa. Ef þú ætlar að brjóta, þá brýtur þú svo. Já. Þú leyfir ekki manninum að komast í undoing possibility. Sko. Þetta gerir Kristján vel en engu að síður glæsilegt sóknarfangast hjá Sedlarevich sem að... Það er hins vegar vandamáli að við leyfum honum að fá sóknarfangast. Jú. Það víst stór partur af körfubolta stíg út. Sedlarevich klikkar á fyrra vítinu. Greinilega heitari fyrir utan þryggjastellinu. Það setur seinna. Og fær smá pásu. Og það Orri frá Lundi kemur aftur inn á. Þá keyrir Robert Turner hinn þriðji. Og kominn í sig og beigstöð. Þá það Friðrik Anton sem setur hann inn á Júlíus Júsíkas. Tvöfald á. Glæsileg hreyfing. Það á enginn að geta stoppað hann. Nei, þetta verður erfitt fyrir Skallagrímsmenn ef að Júlíus Júsíkas ætlar að gera þetta núna bara það sem eftir liður leikst. Það verður erfitt að stoppa hann. En ég tek eftir í þegar Skallagrímur er vörn að þeir eru mjög lifandi, þeir eru mjög aktífir, þeir eru að láta vita af öllu þannig að þeir eru bara vel stendur, vel gírar í hérna leik. Heldur betur og þetta er flott svona hálft húk hjá Jordan yfir Turner að næra ekki að setja niður, óheppinn þarna í skotinu og þá er það Turner sem shakear hérna í galopið þrist en klikkar á honum og hann er Kristján í aftur galopið þrist og setur hann niður. Nú eru Stjörnumenn búnir að jafna leikinn. Þarna komin þarna fóru þeir í sóknarfangast. Og þetta er það sem Stjörnumenn þurfa að gera. Þeir þurfa að fara í sóknarfangast eins og Skallagrímur eru búin að gera vel alla leiki. Þeir eru búin að ná fullt af sóknarfangastum
og að fá þessar second chances er mjög mikilvægt í körfubolta. Skallagrímur tekur leikhlé með að við erum búin að ná að jafna, endurskipuleggja sig. Já, maður sér það í, sko, ef við höldum aðeins áfram með Júsíkas þegar að fæði svona boltan undir körfurinn, sko, að Skallagrímsmenn, þú veist, það gerir það verkum að hæðin á þeim er svolítið svipuð. Það er engin svona stærstur í liðinu, svona ábyrjandi stærstur og sem gerir það verkum að þeir geta alveg leyft sér að skipta. En aftur á móti fyrir Stjörnuna, það verður, eða fyrir Júsíkas réttar að sagt, að það gæti orðið svolítið honum til hags og bóta að hann er bara með litla menn á sér og getur svolítið pundað á þetta inn í teig og bara bakkað upp að körfu. Og í rauninni Stjörnumenn ætti að nýta þetta bara miklu meira, sko. Ég er aðeins að horfa á þryggjastæðnýtinguna, við erum með 25% þryggjastæðnýtingu í þessu leik á móti 28 hjá Skallagrím. Þeir eru samt ekki konum að 4 þrista, það eru 3 þá frá Sedlavits og vantarlega 1 frá Jordan. Já, þá hefur Davíð ekki fengið þristin skráðan á sig á það. Það var tvistur. Það var tvistur, já. En þeir eru að skjóta betur en við í tvistum og frákvæmstabaráttan hún er þannig að Skallagrímur er búin að taka 18 frákvæmsta móti 14 hjá okkur. Það er kannski, þar liggur smá munur. Þeir eru búin að taka nokkuð sóknum okkur. Já, því nú er Stjarnan svolítið svona frákasta lið, sérstaklega kannski í sóknarfókustin sérstaklega þegar Hlynur inn á náttúrulega. Sem er náttúrulega einn magnaðasti svona rebounder í sögu íslensku körfubolta. Þarna fer Bergþór í þristinn en klikkar á honum og þá er það Turner sem setur hann út og Kristján aftur í horni, nákvæmlega svo áðan en klikkar núna. Það er athyglisvert að sjá, sko, mér sýnist okkar maður Rob Turner vilja dekka Keith hjá Skallagrím. Já, það er sannlega... Þeir eru sikkur í stöðunni en hann er meira fyrir pósti en Keith, sér eitthvað beint meira pósti með hann. Og ætla sér að nýta það, fer hann í smá skörk, Nowitzki og setur hann niður. Þetta var vel gert. Glæsilegt skot hjá Keith Jordan Jr. sem er búinn að vera mjög flottur í fyrri hálfleik með 15 stig. En ég held örugglega að Rob hafi viljað dekka hann til þess að sanna einhvern punkt hjá sig. Nei, svona sýnist þeirra komið smá inn í gang hjá þeim tveimur. Hann er bara léleg sending hjá Friðriki niður. Hvað er það með dæma? Smá reikistætti hjá dómurunum. Sumir, eða greinilega Jóhannes vill meina mögulega hafi, sko, Skallagrímsmaðurinn snert. Nei. Ég held að það hafi rétt hjá hann. Já, ég held að líka að hann... Þetta var bara léleg sending. Héðan séð frá stúkunni að þá, eða svölunum í stúkunni, þá sýndist mér og Skallagrímsmaðurinn ekki snert hann. En það er list að gefa niður á stóra menn og það er list sem þarf að læra. Heldur betur. Heldur betur. Og þá er aftur Jordan sem bakkar Turner niður. Þetta er komið í gang, sko. Glæsilega gert. Jordan kom með 17 stig. Glæsilega gert af Jordan sem að, gerðinlega, já, hann vill bara pósta Turner upp. Eðlilega, hann er stærri og... Kristján í þristinn, klikkar. Og Friðrik með glæsilega sóknarfrákvæmst, setur hann út á Turner sem að fer ekki í þristinn, svona hóta honum aðeins. Já, við fáum klapp honum aðeins fyrst. Nær ekki setja tveggjastaskoti og þá er Bergþór galopið frammi. Fær sendinguna frá bróður sínum. Glæsilega gert á Skallagrímsmönnum, flott hraðuhlaup. Við sjáum að leikliðið hjá Skallagrímsmönnum hefur virkað. Þeir eru komin núna 6 stigum yfir eftir þetta leiklið. Við vorum skorað 6-0, eða ekki? Vantar ekki 2 stig? Já, mér sýnist vantar 2 stig hjá Bergþóri. Jú, passar. Þau eru komin á töfluna. Eftir leikliðið hafa skorað 6 á móti einhvers í Stjörnunar og þá tekur Arnar leiklið. Já, skiljanlega. Ég meina, áhlaup hjá gestunum í Skallagrím núna, 6-0 áhlaup og Stjörnumenn svona, já, eru ekki alveg að finna kannski taktinn í skotunum í augnablikinu. Við sáum að Kristján klikkar 2 þristum í röð og Turner 2 skotum í röð og það er svona lítið consistency í skotunum hjá heimamönnum. Þeir eru ekki að ná að binda saman alveg svona velgengni í einni sókn við næstu. Akkurat. Þetta er svona hipsum haps einhvern veginn. Já, svona random sóknarleikur í augnablikinu. Og það er svona svolítið áþreifalegt á svölunum, svona þetta einvígi Jordans og Turner. Jordan vill bakka Turner niður, Turner vill keyra á Jordan og bara skemmtileg rimma og eflaust vita þeir það báðir að þeir eru svona kannski helsta sóknarvopni í sínum liðum og vilja vera það. Turner kom með 15 og Jordan 17, þannig að þetta er svona allt í játnum á þeim. Heilt yfir. Hver heldur að myndi vinna þessari pissukeppni? Úff, eru að tala um 1 og 1 eða? Já. Vá, náttúrulega ólíki leikmenn. Ólíki leikmenn. Þú veist, ef að Jordan fengi bakka Turner niður í hverju sókn,
Þá væri hann alveg líklegur, sko. En ef að Turner ætlar að keyra og Jordan ára önnur saga. Þá koma Stjörnumenn í sókn. Og flott að give og go. Og það villa dæmd á Orra. Annar dæmi sendingar getið á Lindbergs. Það finnur hérna sendingar sem aðri myndi ekki þóra að senda kannski. Já, það var svolítið svona knattspyrnulegur þríhyrningur. Mjög flott svona træðinguspil þarna. Og það Sedlarevich sem kemur aftur inn á. Almar sest á bekkinn. Og það Turner sem mun taka yngasti undir körfunni. Út á Addu í galopið þrist. Setur hann niður með svona smá heppni. Fekk hérna að rúlla á hringnum. Björgvin keyrir bara beint upp á körfuna, næri ekki að setja hann. Það Kristjánsson í framkvæmdinu. Addu finnur þarna Tomma á Kristján. Nálægt í að skrefa þarna Kristján. Það var lykt af þessu. Þarna Turner, já, keyrir á Jordan. Jordan veður út í Addu og það Turner sem að glæsilegt stökkskot, frábært skot hjá Turner. Það virkaði eins vel fyrir Stjörnuna leiklið og fyrir Skallagrim áðan. Það 5-0 eftir leiklið Stjörnuna. Heldur betur, þessi leiklið að virka. Já. Það nokkuð ljóst. Þessi þjálfari að hafa eitthvað fram að færa. Ég held það. Það verður allavega seint sagt að timeoutur useless í Garabænum. Það verður að virka vel fyrir bæði lið. Þarna var dæmd villa á fyrirliðan Hlyn Bæringsson. Hans fyrsta villa. Tómas Þórður kom með 3 í liði Stjörnunar. Þarna stuttur, þristur hjá Skallagrimi. Turner keyrir og það frábær boltarhreyfing en Kristján fer ekki skotið inn á Hlyn sem að dregur villuna á Bergþór. Ítir aðeins í baki á honum. En það líka, ef þú ætlar að stoppa Hlyn Bæringsson þá... Þetta ójafn leikur, Bergþór mútið Hlyn, þetta ójafn leikur. Það má segja það. Ég aðeins búin að vera að horfa hérna á bekkina á Sigþór liðinu og ég kom að vera niðurstuð að það ágætis vikt hérna í aðstoðarþjálfarinn. Þú ert annars að vera með Hafþór sem aðstoðarþjálfarinn hjá Skallagrim og hins vegar Inga Þór Steindórsson hinum megin. Þetta eru 2 leikmenn sem hafa margar fjöruna sopi í heldur. Já, kannski ekki annar leikmaður og hinn þjálfari, ef ekki segja það frekar. Ég man nú ekki eftir Inga Þór sem leikmanni, allavega ekki umræðinni, en Hafþór náttúrulega mjög flottur á sínum tíma. Hlynur klikkar á seinna vítinu og það allt jafnt til þegar hálf mínúta eftir af fyrri hálfleik. 43-43. Hann keyrir Jordan að körfunni og bara setur hann niður. Þetta virkar rosalega auðvelt hjá Jordan. Mér finnst það áhugavert, ég ætla að hann hafi ekki lesið scouting-reportum Hlyn Bæringsson. Hann óhræddur við að keyra bara á. Og að gera það bara nokkuð vel. Hvort sem að Turner að dekka neðar Hlynur. Hann bara að keyra glæsilega körfunni. Enda líka komið 90 stig í fyrri hálfleik. Bara búinn að vera gríðarlega flottur leikur honum. Flott sending á Turner út í horn á Kristján sem að fer upp í þristinn en klikkar. Og það Jordan sem í framkastinu. Frábær og Sedlarevich nær að klára. Hann nær að klára. Það buzzer beater hjá Sedlarevich eftir mjög flott hraðaupplaup hjá gestunum í Skallagrimi. En erum við að sjá hérna, við erum að sjá Skallagrimi fara inn í leikni með 4 stiga fórustu á Stjörnuna og þeir eru að skora 47 stig. Erum við að sjá hérna eitthvað sem er genginn í sem er vandar um Stjörnuna. Það vandar 47 stig á sig genginn í fyrri hálfleik á móti fyrstutaliði sem er í neðri helming fyrstudeildar. Já, þetta í fyrst og fremst náttúrulega skrifast þetta bara á frábæran fyrri hálfleik hjá Skallagrimsmönnum. Búin að þeir eru eiginlega búin að ýta Stjörnumönnum í svona eins og við tölum áðan, bara random sóknarleik og svona ótímabær skot og hafa gert það virkilega vel. Þeir eru með frábær hraðaupplaup í þessum 3-4 tilvikum sem þeir hefa fengið hraðaupplaup og er að skjóta vel og svo er Jordan að eiga bara frábæran fyrri hálfleik. Það virðist engum máli skipta hverja að dekka hann og hann getur bara einhvern veginn keyrt að körfunni í hverju svo. 19 stig. Bara frábær fyrri hálfleikur og Sedlarevich með 14. Ef við rúllum áður við tökum okkur smá pásu, það Turner hjá Stjörnumönnum sem er stigahæstur með 17, Júsíkas með 10, Júlíus Orri með 7 og aðrir minna. Villurnar eru þannig að Tómas Þórður, kannski kemur ekki á orð, með 3 villur, Júsíkas með 2, hefur ekki fengið eina villu síðan hann fekk þetta 2 sóknarvillur í röð, bara eftir mínútu í fyrsta leiknum það. Hlynur með 1 og Kristján með 1. Hjá gestunum, tíknefndur Jordan með 19, Sedlarevich 14, og aðrir svona minna en þetta dreifist betur hjá gestunum.
Davíð með 5 til dæmis og Orri er í rauninni sá eini sem er kominn svona í einhverja hættu villulega sem með 3, Björgvin 2 og aðrir bara 1. Glæsilegt. Þannig að við tökum okkur smá pásu og komum aftur með seinni hálfleikinn.
Komið sæl aftur, kæra áhorfendur. Seinni hálfleikur svona að fara að detti í gangi á okkur eftir, 1,5–2 mínútur. Gústi, ætlar að halda þig við? Ég held mig við spána? Nú, ég veit alveg hvernig þetta fer. Eru Stjörnumenn að fara að detti í gang? Nei, jú, þeir geta að fara að detti í gang, en þeir fara aðeins að þjarma og þá fer efinn að naga Skallagrímsmenn. Þeir fara að efast eigin ágæti og þeir séu virkilega að vinna Stjörnuna hérna. Og þá svona hægt og rólega býta okkar menn á agnið og síga fram úr og ég held að í fjórða leikluta verðum við konum með svona þægilega fórustu og getum farið að leyfa yngri mönnum að spreyta sig. Ég ætla að halda mig við það. Já. Og þið verður bara að tróða sokk í mig ef það gengur ekki eftir. Gamli góði sokkurinn, en ég meina það hlýtur að vera, skiluru, eins og bara þegar Skallagrímsmenn gengu inn í búningsklefa í hálfleiknum, það hlýtur að hafa verið vonaglæta í þeirra augum, fjórum stigum yfir í hálfleikum á Stjörnunni. Já, alveg klárlega, menn þeir eru bara búin að vera að spila mjög góðan leik og eins og ég sagði þeir eru búin að skora 47 stig á móti úrvalsdeildarliði Stjörnunnar. Við eigum Stjarnan hefur svona í gegnum tíðina verið þekkt fyrir fínan varnarleik, en það ekki að sjá í þessum leik í dag. Nei, og sést kannski helst á stigum sem að Keith Jordan Jr. búinn að skora og einhvern veginn leiðin hans að körunni virðist vera bara ansi greið. Já, bara hann hefur verið að labba fram með okkur mönnum. Heldur betur. Saman hvort það sé bara þegar hann fer niður á blokkina eða þegar hann fara fyrir utan og keyrir á köruna. Við vorum einmitt að skoða í hálfleik Gústi að Skallagrímsmenn eru eiginlega bara yfir á í öllum þáttum tölfræðinnar. Ég meina fráköst, stóðsníkar, stolniboltar, varinskot en Stjarnan á einn flokk, það er tapaði boltar, það sem þeir eru yfir. Það var samstu flokkurinn. Og þetta kannski endurspeglar bara akkurat stöðuna í hálfleik. Þú veist, tölfræðin lífur ekki sko. Tölfræðin lífur ekki. Og boltinn ekki heldur. Þá erum við að alltaf vera klárt fyrir seinni hálfleik í þessum. Það eru sömu byrjunarlið og í upphafi leiks. Jöp. Þú sástu taktana hann frá Július, hann var að slæta hann. Ég hef ekki séð þetta áður. Man finnst gólfið vera svona þvílík sending frá Björgunni, backdoor á Keith Jordan. Byrjaði þetta sterkt. En virðist bara hans gata að körunni vera nokkuð greið. Frábær sending frá Björgunni og er tæpur að stela boltanum að það. Já. Blakar hins vegar útvað. Þetta sér bara, þeir eru aktífir í vörninni, þeir eru á fullu allan tíman, þannig að hver einasta sending sem við erum að senda núna það er verið að challenge hana, það er verið að gera hana erfiða. Hún er erfið. Darbo tekur hérna engasti á Hlyn fyrirlega. Og Hlynur ætlar að bakka Jordan inn að körnin sem hann gerir og fer í húk hérna og býtur við, Turner nær að næstum því sóknarvöxtinu. Náði ekki að blaka boltanum í Jordan. Frábær hreyfing aftur og Sedlarevich í galopnu þrist en nær ekki að hitta. Það var of-opinn. Já, spurningum að hann verið of-opinn. Það er ekki alltaf best að vera of-opinn í. Já, þetta er Turner of-opinn. Einmitt. Klikkar á þristinum. Skallagrímsmenn keyra hérna og það er Björgun Hafþór. Sendir hann til horn á Bergþór. Sem að, þetta var flott vörn hjá Turner hérna. Náði svona koma fyrir einhvern veginn blaka boltanum úr höndum Bergþór svona þegar það var komið fyrir aftan hann. Sem er oftast dæmt sem svona reaching, eins og maður segir á ensku. Þetta var hreitt bolti en þetta fer Jordan í steppbaki í þristin og nær ekki. Það var erfiðleikastigi fyrir ofan hans hæfileika fyrir utan þryggjastelínu held ég. Það má eiginlega segja að það var í þessu skoti. Töluvert langt frá því hérna en Stjörnumenn keyra hér í sókn. Það vantar einhvern á high post til að senda hann inn, sjáðu. Sammála því, þetta er svona pínu box, glæsilegt þryggjastelínu. Þarna þekki maður Addu. Gott að geta leitað til hans í svona stöðu. Mjög flott þryggjastelína, Addu hefur verið lengi. Og hérna voru Skallagrímsmenn komnir svona í box and one vörn. Væntanlega út að bara getu Júsíkas á póstinum. Flott vörn og Turner sem að næra, næstu því stoppa Sedlarevich. Ég er hrifinn af þessum leikmanni hérna, Sedlarevich. Rosalega flottur leikmaður. Hann klárar vel í kringum körfuna og hann er að setja þristanum sinna. Þetta er bara virkilega flottur leikmaður. Og hann er ekkert að reyna neitt of erfitt þetta. Setur hann niður, hann er með 2 þristar í röð frá Addu og ef hann nær nú að snögg hitna þá fer þryggjastæðnýtingin upp, glæsileg hreyfing á Björgunni, nær ekki setja niður samt, frábær hreyfing samt, enda líka ótrúlegu sprengikraftur í honum Björgunni. Ótrúlegu. Sjö, núna vantar ekkert upp á high post, hann er að finna sig, hann kom alltaf til að gefa sendinguna. Já, Skallagrímsmenn komnir í 3-2 svæðisvörn til að reyna að stoppa einmitt Júsíkas þarna á blokkinni.
þá ættu stjörnumenn að fá þokkalega opna þrista, glæsileg sending á Hlynur nær ekki að setja niður, tæknivilla á Hlyn. Var hann reiður að fá ekki villuna. Mér, á þess að sína einhverja hlutarki, mér sýndist nú vera slegið í höndin á honum í layupinu, og ég held að mögulega var hann sammála mér því að hann var reiður, hann Hlynur að fá ekki villuna og uppsker hérna tæknivillu í kjölfarið. Þetta er þriðja tæknivillan í leiknum. Ef ég myndi fá svona orði eira frá Hlyni, þá ég bara lítið límur ef það er dómari. Jordan setur víti niður. Já, maður vill ekki fá Hlyn Bæringsson reiðan á móti sér. Það er bara einhvern veginn, maður verður bara hræddur. Það er 3 stiga munur eftir að Jordan setur víti niður. 52-49, Skallagrímsmönnum í vil. Þarna fáið smá ákvæði vörnina, Hlynur gerir sendingu niður á Keith erfiða. Adam og Darbo setur góða press á boltamann, þannig að það var erfitt að fara að ná þessari sendingu. Þetta þurfum við. Það er eins og Stjörnumenn sé að koma örlítið grimmari til leiks í seinni hálfleik. Það heyrist meira í þeim og... Þetta byrjar allt í vörninni. Já, algjörlega. Þarna var Turner mjög nálægt í að stela boltan. Þarna keyrir Bergþór, þarna mögulega hefði getað verið dæmt villa, þarna nú keyrir Turner með Björgvin, frábær vörn hjá Björgvin í þessu hraðhlaupi. Og þá var það galopinn þristur á fyrirliðanum sem ratar ekki og Björgvin nær þarna frákastinu. Við erum alltaf að fá opinn skot núna og við erum að spila vörn. Frábær hreyfing hjá Jordan, tekur Eurosteppi en missir boltan og Júsíkas nær honum. Þá er dæmt villa á Almar sem ætlar að reyna einhvern veginn aðeins að komast inn í hausinn á Júsíkas en sá að sér, hann sá að sér. Sá að sér og gaf hann bara 5 í staðinn. Gamla góða 5. Það eru stjörnumenn sem að hefja hér sókn. Darbo sem áður kemur með boltan upp. Bergþór að spila, þeir eru bara báðir bræðurnir að spila flott á vörn í þessu leik. Bergþór og Björgvin. Addu ætlaði í 3. þristin í röð en... Þetta var heat check. Þetta var heat check. Þú verður... Býttum við, þarna er dæmd villa á Júsíkas. Hans þriðja villa. Það var svolítið erfitt að sjá þessu villu hérna en mögulega er þetta bara réttur dómur og... En sko, Björgvin er að komast að körfunni, hann er ekki klára nógu vel. Hann er... Nei. Ef við horfum á tölfræðina hans, hann er hérna með 1-5 í fristum. Það er að ná að, sko, já þetta er svolítið spes, sko, hann er að ná í rauninni bara flugbreyta körfunni nánast í hvert skipti sem hann er búinn að fá þessu skot, en er ekki að setja, kannski, en, jú, ok, hann setur vítin spjaldið honni, það eru 2 í röð spjaldið honni. Magnað. Vel gert. Þetta er bara Mati Karlovic, bara stillinn. Flott vörn hjá Skallagrími. Svona að loka þokkalega vel á stjörnumenn í... Svæði sem hann er með fyrir... Hanna, akkurat þetta erum við að tala um. Hefnast ekki sendingin, en... Fór boltinn í hringinn. Setlarevits í galopinn í þristinum og flott hreyfing hjá... Býtum við, hérna setur Bergþór... ætla að setja hann á Keith í erfiðri stöðu. Og Keith sýnist með fá villu á Hlyn, að ég held. Það er Hlynur sem er að fá sína 3. villu og þá eru 3 í liði stjörnunar konum með 3 villur. Allt stórumennir. Það er Tómas, Júsíkas og Hlynur sem eru með 3 villur á haus. Nú eru stórumennir að fara að passa sig. Það er Björgvin sem finnur Bergþór galopinn í horninu. Nær ekki að setja þristinn og það er Tómas sem að rífa niður frákasti á Turner sem að geysist upp. Og ætlar að reyna að keyra körfunni en flott vörn hjá Skallagrími. Tómas fer í þristinn, setur hann ekki. Það er áhugavert okkar stórumenn 3 eru allir með 3 villur og þeir eru alltaf með stóramann hjá þeim í Skallagrími. Það er helst Keith. Það er bara Orri sem er með 3 villur hjá Skallagrími. Þarna sellar auðvits í þristinn. Óheppinn þarna. Boltinn rúlar þarna á hringnum. Og það er Addu sem að fer í þristinn núna, nær ekki setja hann og það er óíþróttamannsleg villa á Tómas Þórð. Það er hans 4. það. Það er hans 4. Það er hans 4. villa. Keyrir hérna í bakið á Almari og fær óíþróttamannslega villu að launum.
Það eru Skallagrímsmenn sem að leiða hérna með 5 stigum þegar að þriðji leiklundi er tæplega hálfnaður. Það er Almar sem fer á línuna. Setur fyrra víti niður. Kemur þessi 6 stig. Og seinna líka. 7 stiga munur. Þeir eru ekki dómarapar. Já, til gamans má geta hérna, það er dómarapar en ekki dómaratríó í dag. Það sem að reglur fyrstu deildarinnar gilda í þessum leikjum. Það eru bara 2 dómarar og hérna, þeir eru allavega ekki rægir við að dæma hvorki tæknivitun né ójöfdómslega, það er nokkuð ljóst. Þeir eru nú svo sem búin að dæma þetta ágætt líka. Það eru hérna og hafa svo sem ágætt að stjórna leiknum. Já, ekkert yfir dómaran og kvarta þessum leik. Það er Jordan sem fer í stepback á hlinn, setur hann niður og kemur Skallagrím í 9 stiga forskot gegn, bikarliðinu Stjörnunni. Ágúst, þú þekkir það að vinna bikarinn með Stjörnunni. Þeir eru konið nokkur í safni. Það ekki? 3 talsins? Já, við erum að safna fleirum hérna. Við erum með hérna 5 fána upp á vegg og við viljum bæta þeim 7 við. Já, spurning hvort það sé búið að stilla því inn í hausinn á stjörnumönnum í dag að þetta sé bikarkeppni. Já. Unnu náttúrulega bikarinn í fyrra móti Þór Þorlákshöfn í gríðarlega flottum leik. Og hvað sáum við ekki á hann að þeir eru með 86% sigurhlutfall í bikarúrslitaleikjum. Jú. Sem er töluvert magnað. Þeir hafa unnið 6 af 7 bikarúrslitaleikjum þegar það fara í. Það var Abdu sem að byrjar hér sóknarinn á stjörnumönnum, Törnir fyrir undan, gælir við þristinn en hætti við hann inn á Tómas Þór. Fer í fade away, já, skoturinn, nei, hérna nær Hlynur næstum því boltanum, það er dæmt uppkast. Jóhannes hefur ekki séð þarna. Hann var óviss og þá gerir hann bara í réttæði stöðun og dæmir uppkast. Bara leið og alltaf að fóra út á vissi ekki hvað, þá bara dæmt hann uppkast, það var bara eina rétt stöðun. Og það eru stjörnumenn sem að eiga þá í rauninni sóknina eftir þetta uppkast og Skallagrímur mun þá eiga næsta eða hefja leik í fjórða leikluta. Darbo tekur boltan inn, út á Turner, hótar þristinum, glæsilega hreyfingar á Turner og fer upp í svo tvistinn og setur hann niður. Þetta er íþróttamaður. Það er áhugavert að vita hvað hann hleypur 100 metrana á þessu. Já, maður er búinn að sjá nokkur hraðaflöpun hjá honum þar sem hann er sko bara, hann er bara 2-3 sekúndur yfir höllin sko. Svakalegu springkraftur í þessu. Björgvin með galopin þrist, setur hann niður. Skallagrímsmenn í 10 stiga fórustu. Komnir í double digits, eins og maður segir. 10 stiga munur. Og þeir eru bara ekkert að sýna nein veikleikamerki eins og er. Þarna fær Björgvin dæmt á sig villu, fer svona svolítið aðgangsarur að spila vörðin á hlinn. Þeir eru bara í essinu sinu, má segja, Skallagrímsmenn. Er að hitta úr þessum opnum skotum, er að ná að loka á sókn stjörnumanna. Og það er erfitt að sjá hvort liðið er í fyrstöldinni, augnablikinu. Árið. Þá er Júlíus Orri kominn inn á í lið stjörnunar, átti flotta innkomu í fyrri hálfleik. Þú sér það bara, það er verið að reyna á sig í vörninni. Erfitt skot hjá Júlíusi og hann nær Hlynur, þetta er bara mjög hlinslegt. Þetta er bara reynsla. Nær þetta að komast inn fyrir mannin og á leiðinni út af þá bara tjökkar honum í Skallagrímsmanninn og fær innkast. Júlíus Orri tekur innkastið undir. Erfitt skot hjá Hlyn Bæringsson en hann er Turner, réttum á réttum stað og nær í annarri tilraun að setja niður. Það er 2 sóknarflokkum og við erum konur í áttasti. Nú þurfum við að sjá vörð frá stjörnunni, þeir ætla að vera með, það verður alltaf fylgja minni smá eftir. Já, og nú þarf stjörnumenn svona svolítið að rífa sig í gang. Það er Skallagrímsmenn leiða með 8 stigum og aðeins 3,5 mínútu eftir af 3 leikluta og eru bara að spila glæsilega bolta hérna. Sedlarevic reynir þarna og setur hann út á það er þarna Kristján Örn sem var mjög nálægt því að skora en bolti fór ekki niður. Þetta er einn á sóknarflokksstinu. Björgvin keyrir á Addu,
fær villuna og er mjög nálægt til að setja hann á ný. Við erum alltaf, stjörnumenn er alltaf metri eða lengra frá sínum manni í vörninni. Það er eins og það vanti aðeins upp á Örtsinsíð í varnarleiknum. Þú, sko, í þokkabót þá, þú mátt ekki skilja Björgvin Hafþór sem er svona snöggur og í rauninni með svona mikið sprengkraft. Þú mátt ekki skilja hann eftir galloping, sko. Alls ekki. Af því að hann er að fara að dræfa þig. Sem bara nákvæmlega sem gerist núna og fær 2 víti að launum. Og setur hann aftur í spjaldi. Þetta er geggjað að sjá hann. Kallar hann spjaldi eða skýtur hann? Já, það er góð spurning. Á maður ekki alltaf að kalla spjaldi? Já, alltaf að kalla spjaldi. Þarna klikkar það. Þarna ná stjörnumenn frákastinu. Og meðan Kristján liggur herru, þarna er óíþjóðmæsli villa dæmt á Kristján Örn. Svona ítir Júlíusi einhvern veginn svona á meðan að standa á lappir. Og þetta er önnur óíþjóðmæslega villan í þessum leik. Og það er Júlíus Orri sem að fer á línuna. Klikkar á fyrravítinu. Þetta eru skotin sem að stjörnumenn þurfa að setja niður eða ætla að minnka muninn. Það er rétt. Setjum setna. Stefla fram 2 ungum leikmönnum hérna, Júlíusi og Kristjáni með reyndari mönnum eins og Tómasinn og Robert af Ráðvort nýtt. Hvort að þessi samsetning muni ganga. Skallagrímsmenn eru að spila bara glæsilega vörð. Þetta fyrir Rob í steppbaki og setur þristinn. Hann þarf að klappa honum fyrir skotin sín, það er svoleiðis. Og gerir það bara ansi vel, oftast. Magnaður körfuboltamaður. Og hann stelur Júlíus Orri boltanum með greiðarlega körfunni en, jú, setur hann glæsilega niður. Keith Jordan Jr. var nú svona freka nálægt í að blokkan en Júlíus klárar þetta glæsilega. Júlíus ætla að fylgja eftir fyrri hálfleik. Heldur betur, aftur flott innkoma hjá Júlíusi. Það er Jordan sem fer upp í skot, stuttur þarna, en það er Orri frá Lundi sem nær þarna og fær and one. Orri frá Lundi er okkar maður í þessu liði. Heldur betur og nær hérna bara virkilega flottu sóknarfrákasti og fer beint aftur upp og setur and one, fær villuna og setur hann á ný. Þetta er virkilega vel gert í Orra. Hann eru stjörnumenn svolítið bara sofandi í frákastunum. Setur víti niður og sjálfsögðu líka. Og við erum komin í 6 stiga mjög. Það er 2:15 eru eftir af þriðja leikluta. Darbo gerir sig kláran til að koma inn á. Það er Rob sem að hóta þristinum aftur en fer ekki í hann. Sendir hann út á hlinn sem að lætur að bolta ganga á Kristján. Niður á Tómas á blokkinni. Tómas ætlar að bakka Kristján hérna og gerir það glæsilega og fer hérna í bara undir göruna og setur hann auðveldlega onni. Og reyningur Tómasi. Vill maður ekki sjá meira af þessu frá Tómas? Bara alveg hiklaust sjá meira af þessu að þetta getur hann. Það var Skallagrímsmenn sem stillir í sókn, það er Keith Jordan. Sendir hann út á Kristján sem að fyrir í þristinn og það er brotið á hann. Og það er Tómas Þórður að fá sína 50 villu. Jú, hann er að gæla við tæknivitunum líka, sérðu? Þannig að þarna er þetta ekki akkurat reglan sem við vorum að tala um áðan eins og í NBA-deildina. Þarna fer Tómas bara inn í svæðið hans Kristjáns þegar hann fer í þristinn og uppsker bara villu bara réttilega dæmt. Þetta var bara réttilega dæmt. Tómas búinn að svona staldra freka stutt við í dag. Búinn að safna sér nokkrum villum og fær sína 50 núna og er þar með búinn að koma sér út úr leiknum. Akkurat í þann mund sem við vorum að kalla eftir meiri sóknarleik frá Tómasi. Það er synd að því þetta hefði getað hjálpað honum í gangi sókninni hérna að fá auðvitað hverfu og þá kannski liðmönnum betur og þá er tælega að þetta er næst. Heldur betur. Kristján klikkaði á fyrsta vítinu, setur númer 2 onni og þá er það þriðja vítið. Var vissulega þriggja skot þegar villan var dæmt. Setur þriðja niður og kemur Skallagrímsmönnum 7 stiga fórstu að ég held. Eða 6 stiga. Þetta er Darbo. Býtur við. Ok, nú býtum sko. Nú er dæmt. Þetta er athyglisverð frétta. Þetta er mjög athyglisverð frétta. Það er dæmt tæknivilla á bekkinn hjá Skallagrím. Sýnist mér. Darbo í þann munn fer í þristinn, setur hann niður og hann telur. Það er af ástæðu sem það kemur tæknivilla á bekkinn hjá Skallagrími. Þeir vildu meina að það hefði verið skref hérna hjá Júlíusi Síkas og ég er hræddur að þeir hafi haft ansi mikið til síns máls. Sko, já, ég sammála því
þeir skildu ekki dæma á þetta, en sko, þristurinn hjá Engosíu, þristurinn hjá Darbo telur, þeir fá tæknivillu þannig að Darbo setur víti niður, þannig að Stjarnan á möguleika á, já, 8 stiga sókn ef þeir setja þrist og víti. Þeir eru konum, nei, ok, það er skallagrímur fæðbólta. Þetta var 4 stiga sókn. Já, þetta var 4 stiga sókn. Og munurinn allt í núna 2 stig aftur og núna... Þetta er fljótt að breytast. Þarna fekk Setarevic með olbúan framan í Július og það er dæmt réttilega sókn á illa. Þetta var óviljaverk. Algjört óviljaverk. Setarevic ætlaði alls ekki að reyna þetta. Hann er bara að taka við boltanum en Engosíu réttilega þetta. Július var búinn að lesa hvert hann ætlaði og hann bara fékk hann á sig. Það má segja þetta sé klókt hjá Júliusi. Svona hafandi lesið svona aðeins hvernig hann myndi grípa hann sko. Og hann er Setarevic að fá sína aðra villu. 16 stiga maður í dag og þá fer Július gefur inn á blokkinn á Nathasen sem gefur hann aftur út á Július Orra og fær villu. Það er Orri sem fær dæmda á sig sína 4. villu. Orri með sína 4. og svo eini sem er raun og veru í einhverju hættu núna. Björgvin er með 3 en það er að vera liðið langt á 3. leikluta þannig að það er alltaf lægt. Já. Töluðum við mjög upphæði, villurnar er til að nota þér. Það er skárra að vera með 3 villur eftir 3 leikluta heldur en 1. Algjörlega. Július Orri á hérna tækifæri til þess að jafna leikinn fyrir Stjörnumenn. Friðrik innan fyrir hinn. Það er kannski aðtilsett að þeir eru að taka Stjarnan Grín út af og meðan að Kík er út af hjá Skallagrími. Það er spurning hvort það sé eitthvað með ráðum gert að Hlynur sé innan þegar Kík er innan til að dekka hann og reyna að halda honum í skefjum. Já, ég tel það ansi líklegt að Hlynur fá aðeins að pústa núna meðan Kík Jordan er á bekknum hinum einn. Það er aðeins dreigið af Kík, hann er ekki með nema 5 stig í seinni. Davíð setur hann glæsileginn á Almar sem að setur hann Bronni. Þetta er bara vel gert. Bara glæsileg sókn. Virkilega vel spilað hjá Skallagrími. Almar kemur hérna Skallagrímsmönnum aftur í 3 stiga mun. Darbo fer hérna í flóter og setur hann næstu í onni og þannig er Júsíkas næstu bara blakan onni og býtur nú við. Það er líka Kristján sem á hérna seinustu stertinguna og Stjarnan fær innkastið. Þarna var Darbo nálægt í að setja flóterinn niður. Stjarnan á innkast hérna þegar 46,8 sekúndur eftir að 3. leikluta. Július Orri á erfiðleikum með að finna þarna einhvern en kemur hann á Darbo á lokum sem að finnur hérna Friðrik út í horni og Friðrik setur hann niður. Þetta var hann að gera. Þú kallar eftir þessu, Gústi. Ég kallaði eftir þessu og þetta kom. Flottur þristur hjá Friðrik hérna út í horni. Glæsileg sending á Darbo. Þarna keyrir Setarevic. Setarevic keyrir. Góð vörn. Þarna er aftur sóknarvill á Setarevic. Það er aftur olbogi í andlit Július Orra á. Þetta var virkilega góð vörn hjá Július Orra. Bara mjög aftur klókur varnarleikur hjá Júliusi. Kemst alltaf fyrir hann, leifur hann ekki að fara með þessi netnir á blokkinu. Þá er Setarevic komið með 3. Það var flott gert hjá Júliusi að draga þessi sóknarvillu en nú hafa Stjörnumenn, já, tækifæri til að komast yfir hvað? Bara í fyrst skipti leiknum? Ég held það. En þetta gæti orðið ákveðin í leiknum. Það er ákveðið moment með Stjörnunina. Hann er Björgvin nálægt í að stela Júsíkas fer upp í tvist en næri ekki að setja niður. Þá keyrir Björgvin hratt í átt að körfu Stjörnumanna og þarna fær, já, Setarevic var, já, og þá er leikhlutinn búinn. Setarevic vildi fá þarna villu en fékk ekki. Og hann er einhver orðfarinn að fljúga á milli manna. Þetta vill maður sjá maður. Það verður að vera smá fútt í þessu. Já. Aðeins að reyna að pirra andstæðinginn en staðan er þannig að hún er bara hníf í öfnirna fyrir 4. leiklutan. 69-69, þá eru tekin 3 stig afstjörnum enn á tímutið en 69-69 vill að vera og það er bara allt í játnum fyrir síðast leiklutan. Heldur betur. Nú ætti gæðamunurinn að fara að koma í ljós. Nú ætti Stjarnan að vera aðeins öruggari með sig að farandi í 4. leikluta. Þeir eru búin að ná jafnan leik. Á samanskapi þá er gríðarlega, held ég að það hafi farið rosalega orka hjá Skallagrími í það að vera í þessari stöðu. Það sígur á hérna að vera takk í. Já, þegar búin að... Ef Stjarnan nær að fylgja þessum
þriðja leikluta eftir og komast yfir, þá fer Efinn að angra Borgnesinga. Já, það skiljanlega líka kannski. Þú veist, þeir eru búin að, ég meina, þeir eru búin að spila bara virkilega flotta körfubolta í 3 leikluta og þú veist, ok, ef við bara stillum þessu bara algjörlega heiðarlega upp. Ég meina, Skallagrímur er búin að spila, skilur, flottan körfubolta í 3 leikluta en það er samt jafnt og Stjörnumenn í rauninni búin að vera svona heilt yfir, svona frekar einhvern veginn, þú veist, framlágir og lágstendir í dag og það er samt jafnt, sko. Þannig að, þú veist, ef að Stjörnumenn... Þetta er kannski vandi við Stjörnulið, stundum er bara framlágir og illa stendir og þá geta það tapa fyrir hverjum sem er. Í rauninni, sko. Og haldi þetta hérna áfram þannig í þessum leikum, þá verður þetta bara jafnt. Það verður fróðilegt að sjá hvort að, eins og hún segir, hvort að dragi eitthvað af hérna Skallagrímsmönnum sem eru svona kannski búinir að spila á færri mönnum svona það sem af er leik og kannski meiri orka búin að fara í að reyna að viðhalda einhverju fórustíð á þeim en þetta kemur í ljós núna á síðustu tímítum. Skallagrímsmenn byrja með boltan. Það er Björgvin Hafþór sem að stillir upp í sókn. Jordan komin aftur inn á, eðlilega. Þeir vilja væntanlega fá hann, já svona töluvert nú, já akkurat. Fer beint upp í þrýstinni, klikkar honum, það er Addu sem næði frákastinu. En þeir vilja væntanlega hérna treysta svolítið á Jordan núna í 4 leikluta. Já, og hann væntanlega líka að sýna hvað býr í honum, því að þú ert að spila móti úrvalsdeildar lið og reyna að sanna fyrir fólki að þú eigir heima á þessu leveli. Akkurat, þarna fer Júsikas upp og setur hann honni. Bara ótrúlega fimur. Bara dræfar bara eins og bara bakur. Og Eurostep og strekkur upp á vinstri og klárar með vinstri, þannig að þetta var glæsilega gert af Júsikas sem er komið með 12 stig í þessu leik. Og Stjörnumenn eru þar að leiðandi komnir yfir, fyrsta skipti í leiknum. Býtum við, hann er mikil barátt undir körunni á Jordan og Darbo og Darbo fær dæmda á sig villu þarna, hans fyrsta í þessum leik. Þá kemur Hlynur Bæringsson inn á fyrir Friðrik Anton. Ég hefði listið að Friðrik fá aðeins meiri tíma núna, hann var að setja þrist. Já, ég svona bara að velta fyrir mig hvort það sé einhver meiðsla, einhver smávægileg meiðsla í klagan. Þetta er Davíð sýnist með galopin í horninu, setur ekki þristinn. Darbón á frákastinu. Ég hugsa að þetta sé bara þjálfarni á Stjörnunni, hann er ekki að lesa leikinu á vel, hann hefur alltaf verið hans vandamál. Það getur vel verið. Ég ætla að fara að dæma, þetta fær Júsikas og setur hann niður. Fyrsta lagi, sko, þetta er það sem við tölum fyrir áleik, að þetta þykkt að gera meira. Þarna fá þeir bara auðvitað körfu og Júsikas fær hérna end one. Virkilega flott sending hjá Darbo og í rauninni þegar Skallagrímur komið í maður og mann vörn þá þurfa Stjörnumenn bara að gera meira en þetta. Sko þegar Júlíus Júsikas er inn á og er að fá rétta sendingar, er að fá menn sem geta senda á hann, þá er ekkert sem stoppar hann þessu deild. Ja, í hvorki þessu deild Eurostep. Akkurat. Og Darbo náttúrulega frábær sendingamæður í þokkabót, sko. Les leikinn ofboðslega vel. Þá eru Stjörnumenn komnir í 5 stiga forskot. Hérna í upphafi 4 leiklutar. Það er Jordan sem keyrir á körunni, fer í erfitt skot, mjög góð vörn hjá Hlynni en fer hann í erfitt skot upp til köruna sem geigar. Darbo finnur hann aftur Júsikas sem að bara, já, pundar hann einhvern niður en hann er, býtur nú við, hann er blokkaður sínsmer og býtur nú við, það eru Stjörnumenn sýnist mér sem að eiga boltan. Mér sýndist nú Júsikas á snertan á leiðin út en hann stígur út, hann greip hann hérna, hann Alman, hérna stóð út af hann. Hann spurði hvort hann hafi lent á línunni þegar áður en Almar greip hann. Já, þeir eru allavega að ræða saman. Já, Stjörnumenn eiga boltan eftir að dómarapar leiksins hefur spjallað þetta atvik. Og það er Darbo sem að tekur... Þú sjáum það núna á Stjörnunni, nú er Rob út á þá er við að leita mun meira að Júlíus Júsikas. Heldur betur, það er... Já, svolítið greinilegt þegar Rob Turner er út af að þá er Júsikas, það er greinilega uppleggi að fá boltan inn á blokkin á hann. Það er gaman að segja því að núna eru hérna í Hryggjuhöllinni eru 2 gáðustu Borgnesinga í körfubolta viðstætti að bæði Hlynur Bæringsson sé hérna að Pavel Ermolinski er hérna komin upp í stúku og er að fylgjast með leiknum. Hvorki meira ég. Þetta eru 2 bestu körfuboltamönnum sem hafa komið úr Borgarnesi. Og að Hlynur sé uppalega frá Grundarfirði, þá var hann... Já, maður verður víst að hafa... Körfubolta uppbeldið er í Borgarnesi. Maður verður að hafa það á hreinu í hans augum, sko. Já.
Hann er alltaf fyrst á með grunnfyrringur. Hann er með Darbo í tveggjastæð skot, setur hann niður. Nú er ég hræddur það að það þurfi mikið til að... Frábær sending frá Björgvini á Jordan sem fær ekki villuna og ekki aftur og... Nú dæmaði villu, nú held ég að við séð að sér. Já. Dómararnir. Mér sýndist hann hefði sennilega átt að fá villuna í annarri tilraun. Já, var í einhverjum af þessum tilraunum hefði hann átt að fá villu. En bara geggjuð sending hjá Björgvini í þessu hraðaplaupi á Jordan sem var galopinn í körunni og þar með er fyrirliðinn okkar komið með 4 villur. Hlynur Bæringsson er komið með 4 villur. Nú reynir á andlega hliðina á Borgvísingum. Þeir eru lent 7 stigum undir hérna í fjórleik í dag. Þannig gefur Darbo bara Björgvini þristinn í rauninni og fekk allan tíman í heimum til að aðtapna sig og setur hann bara niður að sjálfsögðu. Björgvin alltaf með mikla reynslu úr bæði úrvarsdeildinni og hérna bara spila á háu leveli og þetta bara sendir Júsíkas hann bara út af, ætlaði að reyna að finna Hlynarna í köttinu en... Á hverju fór hann ekki bara upp? Hann var einn undir körfunni með einhvern minni mann á sér, hann allan tíma átt að klára það. Spurning hvort hann hafi bara hreinlega átt að sjá því að hann væri með bara einn mann á sér, aldrei eins og vant sko, oftast eru þið 3 í bakinu á hann. Mikið rétt. En engan sigur já, Björgvin hérna stillir upp í sókn fyrir gestinni Skallagrim. Þannig Davís sem fær boltann og Bergþór og Björgvin láta ganga vilki fyrir utan þryggt og Björgvin hótar aftur þryggjastæðskotinu en keyrir í staðinn á Darbo, sendir hann út á Almar sem hann nær ekki setja hann, Hlynur nær frákostinu, hann hefur gert það nokkur sinnum. Þá er dæmt villa á Almar. Jóhannes dómari hefur fundist að vera svona einum of, kannski aðgangsvarur í bakinu á Júsíkas þarna. Athyglisverð skipting á stjörnunni, Júlíus Orri er að fara út af. Júlíus Orri er búinn að spila flottan leik í dag. Mjög flottan leik. Virkilega glæsilegur leikur, bæði sko varnarmegin sem og sóknarmegin. Þarna finnur Darbo ekki Turner sem er að reyna að kötta yfir körfu. Þá keyrir Jordan fyrir upp í snöggan þrist og setur hann. Nú er stjörnumenn búin að vera að kasta frá sér fórustunni bara. Þeir eru basically búin að vera að kasta þessu frá sér, bæði með sendingunni frá Júlíus aðan og núna frá Darbo. Já, bara bókstaflega kasta frá sér. Og næstu í aftur. Og þarna fær Turner boltan út á kanti, setur hann á Darbo sem að tekur eitt feik, setur hann út á Júsíkas sem að bakkar að körunni og það er strax byrjað að triple tíma hann og hann er hakkaður þarna af Almari sem að fær sína 5. villu. Þá er Almar kominn í útilokun sem og náttúrulega Tómas Þórður. Kristján inn fyrir Almar til að djöflast í Júlíusi. Og það er Júsíkas sem að fer á línuna án þess að Skallagrímsmenn stilla upp á línunni. Gefa honum svokallað frítt vítaskot. Og hann setur það niður. Setur setna niður líka og kemur stjörnir í 3 stiga forystu. 6 mínútur og 40 sekúndur eftir af þessum leik. Þegar Skallagrímsmenn stilla hérna upp í sókn. Við láta ganga hérna fyrir undan Björgvin. Hótar hérna sendingunni inn en gefur hann út á Bergþór í staðinn. Og dræfa svo á Júsíkas. Tappar næstuð í boltanum en næra haldunum og þá er komið uppkast. Þá er komið uppkast sem að stjörnumenn eiga. Þar sem að Skallagrímur byrjaði í fjórleikunda með boltan. 3 stiga munur. 6:20 eftir. Sko, ég myndi segja að þetta væri svolítið svona spennandi 6:20 sem er eftir hérna. Ég held mig við mínu spá. Já, ég er ennþá... Nú vil ég sjá gæðin hjá stjörnunni síga og stýra þessu heim bara þægilega. Nú vil ég bara sjá þú veist, í raun að veru vörnin að herðast, sóknin að eflast og stjörnunni síga frá. Já, það er spurning hvort að... En ég tek ekkert af Skallagrímsmönnum, þeir eru alveg séns á að vinna. Búinir að vera bara ótrúlega flottir hérna í dag. Þú veist, sitjandi í hérna 8. sæti í fyrstu deild, þú veist, og Stjarnan í 7. sæti í söpindeildinu og þeir eru, þú veist, það er engin munur þannig að segja í dag. Engin. Og þarna fær sýnist með Kristján dæmda á sig
sína þriðju villu og sendir Júlíus Júsíkas á línuna sem að setur fyrra vítaskotið sitt niður og komin í 18 stigin. Turner stigahæstur hjá Stjörnunni með 24 og Jordan stigahæstur í liði gestana í Skallagrími með 27. Hlynur nær þarna sóknarvöxti. Það gerir engin betur en Hlynur. Nei, hann les líka bara, þetta er ótrúlega hvað hann les líka boltan vel sko. Þarna fær Júsíkas and one, fær hann í rauninni bara algjöra flugbrautarkörfunni og Kristján brýtur á honum. Og þá fær Kristján sína 4. villu og er nýkomin inn á fyrir Almar. Þannig að það er ekki bara stórumennir hjá Stjörnu sem er komin í villuvendina, en nú er það stórumennir hjá Skallagrími. Það er spurning hvernig eiga ætla að hendi inn á ef að Kristján fær sína 50. Ég held að sé bara okkar besti maður, Orri frá Lundi. Sem að hefur í rauninni eina villu til að gefa. Já. Ja, í rauninni eina villu eftir. Já, eina villu eftir. Júsíkas setur víti niður og við erum Stjarnan komin í bónus, þannig að í bónus og 7 stiga fórustu. Já. Nú er spurning hvort að Skallagrímsmenn finni annað áhlaup með Jordan í steppakið. Nær ekki að setja þristinn og það er Turner sem að nær frákastinu. Og keyrir hérna upp í sókn, eða dansar upp í sókn. Og Júsíkas er búinn að gera þetta allan leikinn. Glæsileg hreyfing. Og þetta er hann í rauninni, hann er búinn að gera þetta allan leikinn. Hann er búinn að bara þegar hann fær boltan á blokkinni þá bakkar hann menn niður og ef hann kemst ekki að körunni eins og við erum búin að sjá svo ofta þá fer hann bara í fadeaway og setur það niður. En það er svo gaman að horfa á hann sko fyrir þá sem að þekkja til körfubolta sem var hérna í 90s þá er þetta leikmaður sem fer inn á póstinu, hann kann sína hreyfingar og klára vel. Algjörlega og það er líka bara svo gaman að sjá sko mann af þessari sko stærðargráðu að hreyfingarnar hjá honum eru í rauninni bara silky smooth. Algjörlega. Alveg ótrúlega flottar hreyfingar hjá honum og kannski, já, eins og tablan sýnir, menn hann er komin í 23 stig. Já, hann er 23 stig, næstu stig í Stjörnumanna, Keith Jordan, eins og við sögum á hann er komið með 8 stig núna í seinni hálfleik á móti 19 þeim fyrri. Það er þetta 5 mínútur eftir hann að hann getur ennþá bætt í hann. Mér sýnist Stjarnan vera að ná tökum á þessu, loksins núna í 4. leikluta, en sjáum hvað setur hér, eru 5,5 mínútur eftir. Ja, það er eins og stjörnumenn vilji bara einhvern veginn skiptum gír í 4. leikluta. Maður hefur séð þetta oft frá náttúrulega eðlilega Rob Turner, hann er orðinn pínu þekktur á Íslandi fyrir að svona, kveiki á sér í 4. leikluta, eða kveiki í netinu eða kveiki í húsinu. Það er bara spurning hversu djúpa hólu Stjörnumenn hafa grafið sig í fyrstu 3 leiklutuna, hvort þeir komast upp úr henni í 4. eða ekki. Já, það er svona allan að bendir til þess að þeir séu svona aðeins að ná að grafa upp þessa hólu hérna núna og eru komin í 9 stiga fórustu eiginlega bara þökk sé Júlíus Júsíkas. Ég meina, þetta er mögulega bara hans svona, jafnbesti leikur í vetur. Þá koma Skallagrímsmenn upp með boltan. Björgvin Hafþór sem áður fyrr að setla reyfilsendna fyrir utan og Björgvin hótar hann að þristinum og endar á því að fara í hann og mér sýnist Darbo að blokka hann og Stjörnumenn á boltanum eftir smá darradansat undir körunni og Turner sem stillir upp, setur hann inn á blokkina og þá nær Júsíkas ekki að grípa hann. Þarna gerur Skallagrímsmenn vel í vörðinni, lásu svona sendinguna niður á blokkina vel. Það er Jordan sem fær villuna dæmda á Addu þarna. Á Addu. Addu að fá sína aðra villu. Hlynur var nálægt þessu, ég var rétt að fyrir mig hvort að þetta hefði verið hans 5. Mér sýndist þetta verið rétt til að dæmda að Addu hafi farið í höndin á Jordan í dræfinu. Hvernig Hlynur? Sko nú viljum við sjá í raun og veru Seth Larovitz og Keith stíga upp. Talandi það. Fyrir Skallagrími. Talandi það. Þetta eru leikmyndir sem er að bera upp liðið og það gerir Seth Larovitz núna með þrist og er koma henni í minkamunni til 60. Hann er komið 90 stig sjálfur. Já, bara búinn að vera flottur í dag, kannski á smá kapli í 3. leikluta þegar hann fekk dæmdar á sig 2 sóknarundir. Sér hvað, en að Kristján er að spila vörðina vel núna á Júsíkas. Frábær sending hjá Júsíkas en Hlynur fer í einhvern veginn afturhandarskott og nær ekki að setja niður. Frábær sending einhvern síður. Björgvin keyrir að körunni, setur hann út á galoppi Kristján og nær ekki að setja þristin niður. Og Turner nær frákastinu, eða Stjörnumenn á frákastinu öllu heldur. En Seth Larovitz, já, eins og ég segja, bara búinn að vera mjög flottur í þessu leik fyrir utan þess að sóknarnar á Júlíus í 3. leikluta. Darbo klikkar á þristinum. Það var ótrúlega skot.
En nú þurfa Skallagrímsmenn að fá svolítið frá Kyle Jordan Keith Jordan fyrirgefðu og Sedlarevic. Jordan náði ekki að setja hérna lay-uppi niður. En við sjáum hérna Kristján í vörninni á Skallagrím. Hann að ýta Július út fyrir og lengra frá blokkinu, en hann ekki að fá boltan eins nálægt körfinu og hann hefur verið áður. Og Hlynur fett á bara Tristan í staðinn, nær ekki að setja niður Aduna í frákastinu sem setur hann út á galopin Darbo en fer ekki Tristan. En þetta er hans, villa dæmd á Keith Jordan, önnur villa í leiknum. En þetta náttúrulega væntanlega akkurat vörðin sem þið vilja spila á Júsíkar. Það er bara hægara sagt en gert að reyna að ýta þessum mann eitthvað lengur fyrir körfinu en hann vill. Ég er sammála því. Þannig að ég tel þetta bara nokkuð vel gert á Kristjáni. Ég held að þú sem fyrrum center ætti töluvert auðveldara með heldur en ég sem fyrrum bakvörður. Ég myndi ekki að róði hann. Þetta er bara fjallarheifa, það er mjög erfitt að ég veist. Svo hakalegu skrokkur sko. Og það fyrir Darbo á línuna. Setur fyrra víti niður. Enda náttúrulega mjög góð vítaskytta, Adama Darbo. Þessi danski landsliðsmaður. Komin aftur inn fyrir Addu. Það er rauninni bara fyllilega skilið miðað við frammistöðu hans í dag. Algjörlega. En Arþór líka búinn að spila vel í dag. Já, Addu búinn að vera mjög góður í dag. Darbo setur seinna vítið og kemur Stjörnunni í 8 stiga fórustu. Þegar 3:30 eru eftir að þessum leik. Það er að sjálfsögðu Björgvin Hafþór sem að setur upp í sókn en ákveður að dræfa körunni og fer í erfitt fadeaway sem að geigar og það eru Skallagrímsmenn sem eiga réttilega boltan. Júsíkars sló hann alltaf út af. Er Björgvin í leikstjórnarhlutverki? Já, alveg klárlega. Það er hann sem að tekur boltan upp trekk í trekk fyrir Skallagrím og er að stilla upp í sóknar. Þannig að hann er Jordan tiltölulega frýr fyrir utan Tristan hætti við, setur hann út á Bergþór sem að hætti við Tristan og setur hann út á Björgvin. Sem að klikkar og það er Turner sem að geysir upp í hraðablaup og það er blokkaður af Bergþóri. Þeir voru hérna tveir bræðirnir tilbúinir að blokka hann. Ef að Bergþóri hefði ekki tekið stað þá var Björgvin hérna rétt til að fylgja eftir. Enda líka þessi tveir bræður með samanlagan stökkkraft ábyggilega sko vel yfir metrinn. Mjög miklir íþróttahæfileikar í þessum bræðurum og Turner í galopin þrist og setur hann niður. Þá eru komin í 11 stiga fórustu. Þá er Stjarnan komin í 11 stiga fórustu og mér sýnist svona spáin þín vera að ganga eftir í akkurat þessu augnabliki. Stjörnumenn komnir í 11 stiga fórustu þegar að 3 mínútur eru eftir að þessum leik og Skallagrímur tekur leikhlé. Það er erfitt að vera í þessu stöðu sem Skallagrímur er í. Ég var að vera í henni áður og það sem að gerist er að menn telja sér trúum og næstuði búin að vinna Stjörnuna. Og ef þetta fer fram sem horfir að þá er það ekkert alltaf gott að fara á þessum leik segja næstum þetta, næstum hitt. Við verðum bara að klára dæmi. Erum við að sjá akkurat á þessu augnabliki kannski munin á úrvalsdeildarliði og fyrstdeildarliði? Ég meina það var jafnt svo gott sem eftir 3 leikunda. Nú eru Stjörnumenn svona, þeir eru aðeins að púlla frá í fjórða. Er þetta munurinn? Ég held það bara. Í raun og veru þá eru Skallagrímsmenn búin að spila framar yfir væntingum allan leikinn og eru bara búin að hafa fyrir því að vera með að jafna leik hérna þegar það eru 3 mínútur eftir eða þegar voru 5 mínútur eftir. Þú eru aðeins búin að missa það fram úr sér og það er það sem að gerist. Þá fer Efinn aðeins að naga það og Akkurat. Já, það er að berast úr sal. Mjög skemmtilegt fakt, skemmtileg staðurinn að Robert Turner hinn þriðji er með 42 cm vertical stökk úr. Þetta eru tommur fyrir ekki. Þetta eru tommur. Hann er með 42 tommur úr kirstu. Þetta er, hvað er það að segja, er þetta sinnum 2,54. Já, þetta er 100 cm, það er rétt rúmlega ekki. Erum við að tala um það að maðurinn er að hoppa meter upp í lofti úr kirstu. Það er galið. En engu síður, Björgvin fær hérna dæmda villu á Stjörnuna. Við listum af hver fekk villuna hérna í skemmtilegri staðurinn dagsins og Björgvin nær að setja annað víti niður og minnkar munin í 10 stig þegar að 2:45 eru eftir af þessum leik. Og
Það mér sýnir Skallagrímur vera, nei, þeir eru nú ennþá í maður og mann, vörn. Mikil ákefð í varnarleik þeirra akkurat í þessu augnablikki, en það kannski þurfa að halda. Skóklukkan við það renn út þegar Robert Turner fer í þrist en klikkar. Og þarna fær Júlíus Orri dæmt á sig villu. Þegar Björgvin er svona að gera sig kláran í... Nú voru menn að kalla eftir óhugumesslegri villu og þetta. Hvað finnst þér? Mér, sko, já, maður hefur séð þetta áður þegar að, þú veist, sko, ég held að reglurnar segir sko að þú þarft vísvitandi að vera að stoppa hraðaflöf sko. Mér fannst þú Júlíus kannski ekki, hann var ekki aftasti varnarmaður. Hann var ekki aftasti varnarmaður og hérna kannski ekki vísvitandi að stoppa sóknina en það hefði verið hart að dæma óvísvitandi villu á þetta. En náttúrulega hárrétt villa og Björgvin setur hérna fyrra víti niður. Gaman að sjá Björgvin taka þessi víti spjaldið fyrst sko, maður sér þetta ekki oft. Björgvin er komið 14 stig. Klikkar á seinna vítinu þarna, Júsíkas nær frákastinu og er, já, á þetta glæfralega sendingu á Darbo. Það var að Turner sem stillir upp í sókn fyrir stjörnumenn sem að leiða með 9 stigum þegar 2 mínútur og 10 sekúndur rúmlega eru eftir. Það er Júlíus Orri sem fær boltann á kanti og keyrir inn sem finnur galopinn Hlyn sem hætti við þristinn, fer frekar í dræfið, glæsileg sending á Júsíkas sem að fær villuna. Svo þegar Júlíus keyrir hann inn, þá opnar hann og verður fyrir allt. Hann keyrir inn í miðuna, finnur Hlyn fyrir utan sem var með opið skot ákvað að taka ekki, en keyrir svo áfram og þá finna. Þetta er bara svona á að spila körfubolta, finna glöfur og finna svo opna mannin úr sendingunni. Þetta var svona smart play hjá Júlíusi því að hann dró alla varnarmenn Skallagríms að sér. Og náttúrulega skilur þá náttúrulega Hlyn galopinn eftir í horninu sem að hefði getað tekið þristinn en ákvað í staðinn að dræfa og fann þá galopinn Júlíus í staðinn. Júlíus Júsíkas setur fyrra vítið ofan í, er kominn í 24 stig. Mjög flottur leikur hjá Júlíus Júsíkas, bara hjá þeim nöfnum. Júlíus Orra og Júlíus Júsíkas. Setur seinna vítið líka. Þessi leikur samt ekki spilast eins og Arnar hefði viljað. Ég held hann hefði viljað hafa þægilegri fórstu og geta leyft öðrum. Þarna glæsileg vörn hjá Júlíus Orra. Já, þarna er Rob Turner næstu fyrir að kasta hann út af. Þarna vilja bara fara út af með bollana. Það tekur áhættu með að kasta hann aftur með þinn eigin vatnarhefni. Já, sammála því og sem náttúrulega bara einminn að Skallagrímsmenn fá bara 2 auðveld stig. Hann Bergþór setur hann ofan í eftir þessi mistök stjörnumanna. Svolítið kærulaust hjá stjörnunni þarna. Þeir stilla upp í sókn þegar 1,5 eftir, 9 stiga munur. Þarna er Hlynur missir hann bara út af. Þetta er kæruleysi. Þetta kjarnar þessar síðustu mínútur sem hefur verið í gangi hérna á stjörnunni. Það er smá kæruleysi í gangi. Og ef ég tek undir það sem þú varst að segja á hann með Arnar, ef maður þekkir hann rétt, þá er hann ekkert allt svo hottur í augnablikinu. Nei. En þá er það Skallagrímur sem kemur hér í sókn þegar 1,20 er eftir. 9 stiga munur þegar Setaravits fer upp í vel fyrir utan og er kannski ekki alveg nóg nálagt og þarna fær Bergþór dæmda á sig villu, hans þriðja. Þurfti Setaravits ekki bara að taka þetta og aðeins að bara þeir þurfa að taka áhættu núna, þeir þurfa að taka skot. Jú, ég meina nú er tíminn sem þú þarft að taka áhættu, það er bara 1 mínúta og 12 sekundur eftir og þú ert 9 stigum undir, ég meina þú þarft að gera eitthvað róttækt. Júlíus Júsíkas klikkar þarna á fyrra vítinu, búinn að hitta vel úr vítunum í dag en klikkar hérna. Hann er að gera atlið á því að vera stigahæstur í leiknum stjörnumegin. Heldur betur. Sem er ekkert auðvelt þegar út með Robert Turner í þínu liði. Það er hárrétt. Iðulega er það Rob Turner sem er stigahæstur en Júsíkas komin í 26 stig. Þarna fer Björgvin úr. Og glæsilegu þristur hjá Bergþóri. Það er ennþá séns fyrir Skallagrímsmenn. Þannig eru bræðurnir að spila bara mjög vel saman. Björgvin finnur Bergþór galopinn fyrir utan þryggjastellínuna sem setur hann onni og minnka munin í 7 stig þegar rétt tæplega mínúta er eftir á þessum leik. Þá keyrir Robert Turner og dregur villu. Það er 15 villan á okkar mann, Orra frá Lundi. Og þökkum honum fyrir komin í dag. Heldur betur. Hann hefur staðið sem með prýði. Heldur betur. En mér sýnir Stjarnan núna bara að reyna raun og veru svolítið kannski verið bara að tefja. Þeir eru að reyna að nýta klukkuna eins vel og það geta. Það gæti verið einn af þessum körfubolta endum þar sem við sáum stjörnumenn klára það á línunni. Gæti verið. Ef að Skallagrímsmenn fara að brjóta núna. Þetta er, já, Orri er annar leikmaður Skallagríms sem að fær 5 villur í dag. Það er þriði. Þeir eru 3 sem eru þeir eru Júlíus Júsíkas og þeir eru allir komnir út af. Enda líka erfitt að eiga við Júlíus undir körun.
Rob Turner setur fyrra víti niður og seinna víti sömu leiðis, komin í 29 stig og 9 stiga munur þegar Björgvin keyrir hérna mjög hratt upp á körunni en flott hávörn, það er Blackvörnin. Þeir voru saman hérna Rob Turner og Julius Júsikas í hávörninni. Það eru 46 sekundur eftir þessu leik, 9 stiga munur, hvað töfra Skallagrímsmenn fram hér. Það er Sedlarevich sem að keyrir að körunni og fær dæmda villu og býtur nú við, nú er reikist hérna hjá dómara parinu. Þetta er end one, það er bara... Engin karfa. Villa á gólfinu segir Jóhannes og 2 skot. Þarna var gerð fína alla sem að heppnaðist af tæknivillu. Býtur nú við, það er tæknivill á bekkinn hjá Skallagrímsmönnum aftur. Þeir gerðu heiðarlega tilraun að því að fá tæknivillu og hún heppnaðist algjörlega. Þarna sáum við að, býtur nú við, þjálfarar Skallagríms voru ekki sáttir með dóminn að Villa skildi vera dæmd á gólfinu. Það er að segja karvan hjá Sedlarevich að ekki tali. Hrópa ykkur að dómurunum, fá tæknivillu. Þetta var uppgjöf. Það er svona svolítið lykt af því. Og Darbo setur vítið niður og kemur þá Stjörnunni í 10 stiga fórustu og Sedlarevich hefur hérna 2 víti til þess að reyna að minnka muninni í 8 þegar að 43 sekundur eftir. Setur fyrir vítið niður. Þetta er athyglisvert. Ég er búinn að missa töluna á því hvað eru margar tæknivillu komnar í dag. Setur seinna vítið líka, Sedlarevich. Og þarna er augljós villa á Sedlarevich sem að fer hérna ansi hressilega í Júlíus Orra. Og aftur fá Stjörnumenn 2 víti. Og Sedlarevich er komið núna með 4. Hvernig er það? Nú eru komin 2 tæknivillur á bekkin eða ekki á Skallagrími? Jú. Er það ekki brottrekstur og þjálfari? Er það bann? Er það ekki líka brottrekstur? Já, eða spurning hvort að hann hafi fengið, hann sem þjálfari hafi fengið, fyrri. Já. Ég held að hann hafi klárlega fengið seinni tæknivilluna en ekki fyrri mögulega. En Júlíus klikkar úr fyrra vítinu, setur seinna niður og við heldur þá 9 stiga fórustu Stjörnumanna þegar glæsilegt hraðuhlaup hjá Björgvini. Vá hvað hann er slökkur maður. Þetta var auðvelt. Nei, og hann er nákvæmlega. Það fór ekki marg. Býtur við hvað er Darbo að gera hér. Þarna var Júsikas galopinn undir körunni. Þegar Skallagrímsmenn spila aðgangshara hörn og vörn og hérna það er Bergþór sem að fær villuna dæmd á sig hans 4. Nú eru Skallagrímsmenn komnir með 2 leikmenn með 4 villur. Björgvin 3. 3 komnir út af, þannig að töluvert af villum Skallagrímsmenn í dag. Turner klikkar á fyrra vítinu. 7 stiga munur eftir þetta geggjaða hraðahlaup hjá Björgvini. Hvað gerir Turner í seinna? Klikkar á seinna vítinu líka. Júlíus heppinn að fá ekki dæmda villu og Björgvin fer í, nei, ekki þristinn. Jordan hins vegar fer í þristinn, setur hann niður. Og það er 4 stiga munur. Þegar Darbo tekur hann inn, keyrir á Björgvin og fær dæmda villu á Björgvin. Þá er hans 4. 4 villur á Björgvin í dag. Það er líf. Það er líf. Og það er kannski, svolítið skjálti farin að fara bekkin hjá Stjörnumönnum á þessu augnablikki. 4 stiga munur, 21 sekundu eftir þegar Darbo fyrir að linna. Hann allavega brótsir ekki sínu breiðasta, Arnar Guðjónsson. Nei, kannski ekki skrítið, Ágúst. Ef ég væri þjálfarinn í Stjörnumönnum í dag, ég væri ekkert að láta mikið sjást í framtíðina, Darbo setur fyrra vítið niður. Enda mjög öruggur á línunni. Setur seinna niður 6 stiga munur þegar að Skallagrímur tekur leikhlé. Við höfum séð áður 6 stiga fórustu vera unna upp á 20 sekundum. Það er alveg líf. Tölvört minn en 20 sekundum. Ef maður rifjar upp Reggie Miller hérna á móti New York Knicks fyrir þó nokkrum mánuðum síðan. Hann náði 8 stigum á einhverjum, ég man ekki hvort það var 11-13 sekundum. Já, akkurat. Alveg stórkostlegt að sjá. En það er ennþá von, klárlega fyrir Skallagrímsmenn. Það er 6 stiga munur, 98-92 Stjörnumönnum í vil. 21,1 sekúnda nákvæmlega eftir á klukkunni. Og þetta er vel hægt. Það er
þeir taka væntanlega boltan hérna á vallarhelmingi Stjörnunnar í innkastinu, reyna þrist. Ef við setja hann þá erum við bara í bullandi leik sko. Algjörlega. Við erum í, sko ég reikna með, svona bara miðað við allan þann körfubolta sem maður eru horft á gegnum tíðina og tekið þátt í. Ef að Skallagrímur næra að setja þristi niður, þá eru þeir bara að fara að brjóta. Já. Þeir eru bara að fara að senda Stjörnumenn á línuna. Kannski þeirra vegna, miðað við liðið sem er inn á hjá Stjörnunni núna, þú vilt ekki senda Darbo á línu. Ekki senda Darbo, nei. Minnir hann sig í kringum 90% í vítunum, sko. Þannig að, þú veist, frekar Turner en allan daginn skiluru Hlyn og Júlíus Anna 2. Það verður fróðilegt að sjá í hvaða kerfi Skallagrímsmenn stilla upp í núna. Hvort það verður Jordan eða Sedlarevic sem við fá snögga þrist. Það er Bergþór sem fær boltan. Það er að leita Sedlarevic. Er að leita að honum en Bergþór fyrir mjög erfitt tveggja stiga skot. Hann er Turner bara fá uppkast. Og það er Skallagrímur fær boltan. sem eiga. Þetta er kannski ekki kerfið sem að þeir teiknuðu upp. Nei. Að fá Bergþór í þetta kannski frekar villta skot. En þeir fá annan séns. Þeir ná hérna uppkastinu þegar Turner er komið um boltan. Og vonin lifir ennþá, 12,5 sekundur eftir, ennþá 6 stiga munur. Nú er Davíð kominn inn á hérna nummer 8, hann er skytta hjá Skallagrímsmönnum líka. Já, þeir vilja væntanlega hafa allar tiltaka skyttur inn á. Það er leitað að setja raut sem að fæ boltan fyrir utan, stuttur, Björgvin er að blaka honum út. Þarna, býtum við, þarna fá Stjörnumenn boltan þegar mér sýnist að Júlíus Orri hafi snert á leiðin út af. Enda líka Skallagrímsmenn ekki sáttir. Alls ekki sáttir. En þeir náðu ekki að nýta tækifæri þarna og Stjörnumenn koma hér upp þegar að, já, leikurinn er hreinlega bara búinn. Þar með er leikurinn búinn og leikar enda þannig að Stjarnan hefur sigur úr bítum 98-92. Ná hérna, já, torsóttum sigri á frábæru liði Skallagríms. Algjörlega, og það verður bara að taka hatt á hann fyrir hérna Skallagrímsmönnum. Þeir stóðu í Stjörnunni og leiddu lengi vel og stóðu svo í þeim í lokin. Stjarnan hafði aldrei að rífa sig frá þeim í fjóra leikluta og þetta var bara mun meira spennandi leikur heldur en ég átti von á. Já, ég tek algjörlega undir það. Stjörnumenn náðu mest held ég 11 stiga fórustu í fjóra leiklutanum en Skallagrímsmenn bara, þeir létu Stjörnuna ekki komast það mikið fram úr sér þetta væri unnuleikur. Þeir neituðu þetta. Bara neituðu að gefast upp og hætta og bara allt hrós á lið Skallagríms í dag fyrir frábæra framistöðu. Það er Keith Jordan Jr. sem var stigastur hjá Skallagrími í dag með 30 stig og Sedlarevic með 21 og Björgvin með 16. Í liði Stjörnunar var Rob Turner, já, kannski sem endarnær stigahæstur með 29 stig. Júlíus Júsíkas með frábæran leik 26 stig og einhvern helling af frákostum. Og svo voru það Adama Darbo og Júlíus Orri með 12 stig hvor. Við tökum 12 stig frá Júlíusi og með okkur í næsta leika því að það er svona það jákvæðasta sem ég sé úr þessum leik að við fengum alveg framlag frá honum. Heldur betur. Og vonandi er hann að vaksa núna með þessum leik og getur tekið þetta með sér í úrvalsdeildinni. Já, sammála því, frábær innkoma hjá Júlíusi Orra í dag. Frábær leikur sem við fengum hér í dag, smá viltur á köflum en heilt yfir bara virkilega flottu körfuboltaleikur sem var jafnvel allan tíman og þannig viljum við hafa þetta í körfunni. Yes sir. Þannig að förum við ekki bara að slá botninn í það. Þökkum fyrir okkur. Þökkum kærlega fyrir okkur. Verið sæl.